kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Þar sem jökulinn ber við loft hættir landið að vera jarðnest og jörðin fær hlutdeild í himninum. Þar búa ekki lengur neinar sorgir og því er gleðin ekki nauðsynleg. Það ríkir fegurðin ein ofar hverri kröfu. Þannig mælist ljós í víkingnum sjálfum í heimsljósi Laxness. En það vita skólabörnin ekki lengur því að nú ætlum við bara að hætta að lesa Nóbelskáldi sjálft og svo virðist vera sem að Njála sér líka dottin af leslistunum. Það er ótrúlegt að sjá hvernig skólakerfin okkar rakar ár frá ári og í hversin sem eitthvað bendir til þess að börnunum okkar gangi verða að lesa eða reikna að þá séu viðmiðin einfaldlega lækkuð. Sláin eða ráin er lækkuð eins og ef við værum íþróttamenn sem gætu alltaf stokkið lægra og lægra og styttra. Þetta er mál sem þarf að taka föstum tökum og snúa vörn í sókn. Velkomin í Spursmál, föstudaginn 10. október. Þau gríðarlega stóru tíðindi urðum í vikunni að samkomulag hefur náðst frið á Gaza að minnsta kosti vopnahlé. Ríkisstjórn Ísraels hefur lýst yfir fyrir sína parta og Hamas-samtökin hafa lýst yfir að nú sé friður komin á og að stríð verði ekki háð aftur á þessu svæði. Þetta er auðvitað mikilvægt til þess að stöðva blóðsúthellingar og að koma gíslunum til síns heima, föngum frá Ísrael og gíslum af Gaza-svæðinu og yfir til Ísrael. Við skulum vona að þessi friður haldi og það má þakka þeim sem hafa unnið að þessu, ekki síst Donald Trump sem sjálfur vitnaði nú í Biblíuna og sagði sælir eru friðflytjendur. En það er ekki friðlegt í kringum alla. Magga Stína, sú fræga listakona íslenska, hún hélt í Víking rétt í þann mund sem að þetta samkomulag náðist. Sjáu þið hér myndbrot af skipinu sem að fleytt henni inn á Gazaströndina. Gamalli verkamenn og fjöldins rauði, því fáninn rauði okkar merki er. 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 Lifi kommunismin og er rauði er. Þetta var auðvitað mikill furðuleiðungur og ég held að sér hreinlega betra að hafa Möggu Stínu á listamannalaunum heldur en í verkefnum af þessu tagi. Núna er finnska utanríkisþjónustan að reyna að koma henni til síns heima. Ég birti þetta myndband hins vegar ekki síst til þess að vekja athygli ykkar á því að þarna talar Magga Stína fyrir kommunismannum og það er einmitt það sem við höfum horft upp á hér á Vesturlöndum eftir að stríðið braust út á Gaza. Það er eins og að sósíalistar og kommunistar sé að renna saman við íslamistana. Þeir hata allt það sem Vesturlöndin hafa upp á að bjóða og nota þessi ömurlegu átök og allar þessar mannfórnir til þess að tala sínu máli og móla undan stofnununum okkar. Það er ekki gott. Donald Trump, hann hélt reyndar að hann myndi fá friðarverðlaunin fyrir þetta afrek á vettvangi Gazastrandarinnar og reyndar fyrir aðra friðarsamninga sem hafa náðst á síðustu mánuðum, en það var það ekki. Baráttukona frá Venesúela hlaut verðlaunin. Það er María Corina Machado. Ég held að Íslendingar hafi aldrei heyrt hennar getið fyrir nú, en miðað við yfirlýsingar Nóbelsnefndarinnar í Oslo, þá hefur hún unnið mikið afrek í þessum hræðilegu aðstæðum sem að fólki eru búnar í Venesúela. Þar sem 8 milljónir íbúa hafa flúið land og gríðarlegu fjöldi týnt lífi eða situr nú í fangelsi vegna pólitískra skoðana sinna. Þetta er merkileg verðlaun, þetta er merkileg útnefning og ég held að nefndin hafi tekist ágætlega til. Nú er bara spurning hvort að þeir komist hjá því að útnefna Donald Trump að ári liðnu. Það gæti kannski farið dálítið eftir því hvernig mál þróast í Rússlandi og Úkraínu. Í vikunni fékk Andrés Magnússon, kollegi minn, til sín engan annan en Daniel Hannan. Það er ekki á hverjum degi sem við fáum baróna í hús. Hann ræddi við Andrés Evrópusambandið, reynslu Breta af þeim málum öllum og hvernig þetta horfi við honum með Ísland sem að núna stefnir hraðbyri fyrir tilverknað ríkisstjórnarinnar inn í þetta stóru mikla samband. Heyrðu hvað hann hefur að segja. The idea that there is somehow a special deal to be done, let's say, on fisheries. I mean, even after we've left, they cannot emotionally accept that they don't have the right to fish in our waters, right? This is a constant thing. Every time our trade and cooperation agreement, as it's called, comes up, it's, we need to have more fishing quotas in British waters.
You might decide that that's a price worth paying, but don't pretend that it's not going to be a price, right? Don't pretend that you're going to get some exemption. That's just not what they do. Þetta var hann að ræða í sambandi við fiskveiðilögsöguna sem við höfum að sjálfsögðu áhyggjur af hér á landi. Þar líkur einn helsta auðlind þjóðarinnar. Það hafa einhverjir ærst yfir þessu viðtali og vilja benda á það að hann hafi ekki haft á rétt að standa þegar hann sagði að það væri engar varanlegar undanþágur að fá fyrir Íslandi í þessum efnum og vísa með það til Möltu. Það hins vegar fráleitt dæmi að nefna, enda lögsaga Möltu agnarsmá, veiðindar talin í nokkrum tugum þúsunda tonn á ári og strandveiðiflotinn sem sækir fiskinn á haf út og inn í hafnirnar á Möltu, hann svona á stærð við strandveiðiflota Sigurjóns Þórðarsonar. Þetta því mál sem þarf ekki að ræða í mikla þaula. Það alveg ljóst að þarna ósambærilega hluti að ræða. En að pólitíkinni hérna heima og að utan, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hún undirritaði samkomulag fyrir skemmstu við samtökin, hinsegin samtökin Outright International og þar fer fyrir stofnuninni Maria Sjötin. Þetta baráttusamtök sem berjast fyrir góðan málstað. En Íslenska ríkið að fara að fleyta á næstu 18 mánuðum 150 milljónum króna inn í þessi samtök sem við höfum held ég aldrei heyrt talað áður. Það áhugaverða og ég fór nefnilega að skoða ársreikninga stofnunarinnar, að forstjórinn sem Þorgerður hitti þarna þiggur sjálf 40 milljónir á ári í laun fyrir störf sín í hennar þágu. Og þegar maður skoðar launakjör 9 æðstu stjórnenda samtakana, að þá fara það bil 10% af tekjunum bara í þetta fólk. Það þýðir að af þessum 150 milljónum sem íslenski skattgreiðendur fleyta núna yfir til þessa ágæta fólks í New York, þá fara 15 milljónir strax í að halda þessum pótentátum uppi. Þetta ekki til marks góða meðferð á fjármunu ríkisins sem af skornum skammti, ekki síst að litið til þess að Þorgerður hefur sjálf kvittað upp á fjárlagafrumvarp. Það sem stefnt að því að skerða tekjur ljósins, endurhæfingarmiðstöðvar fyrir krabbameinssjúka Íslendinga 200 milljónir. Þetta bara forgangsröðun sem augljóslega gengur ekki upp. Svo það annað mál af íslensku vettvangi sömuleiðis. Það hjúkrunarheimili í Reykjavík sem heitir Seljahlíð. Það var lokað því núna áramótin. Það verður einfaldlega lagt niður og 18 starfsmönnum þess sagt upp. Ég nefni þetta hér vegna þess að það mikil umræða í samfélaginu vítt og breytt á öllum tímum þau vandamál sem okkur steðja vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Okkur hefur gengið mjög treglega að koma upp nýjum hjúkrunarrýmum og það búið að lofa nýju hjúkrunarheimili í Grafarvogi og öðru upp á Ártúnshöfða og sífellt verið að taka skóflustungur eða undirrita samninga en aldrei birtast þessi hjúkrunarheimili. Þess í stað fækkar hjúkrunarrýmunum eins og í þessu dæmi og svo þegar menn tala að það sé mannekla, að það sé erfitt að manna stöðuna á hjúkrunarheimilunum og það sé ekki hægt að reisa nýju hjúkrunarheimili vegna þess að það sé ekki hægt að fá fólk til starfa þar, að þá sjáum við þetta dæmi, það sem verið að segja upp 18 starfsmönnum á einmitt þessu sviði. Þetta annað dæmi sem gengur ekki upp og maður skilur ekki af hverju stjórnvöld gera sig ekki brók, reisa þessi hjúkrunarheimili, tryggja þessu fólki störfin og draga þá til dæmis úr vandamáluninn á Landspítalanum, hinum alræmda fráflæðisvanda sem svo oft nefndur. Jæja, nóg af þessu. Við förum að fara hér í samtal við öflugt fólk fréttir vikunar, Kópavogsmódelið svokallaða í Kópavogi sem miðar að því að bæta leikskólaþjónustu þar í bænum og síðan fyrirtæki Vélfag sem iðnfyrirtæki á Akureyri sem í dauðateyjunum vegna aðgerða utanríkisráðherra. En áður en við förum í þá umræðu alla, langar við til að vekja athygli ykkar á tvennu. Áskrifendur Morgunblaðsins fá núna frá með deginum í dag 12 mánaða áskrift af New York Times. Það segir einfaldlega hér í mokkanum að við séum að opna heiminn fyrir ykkur og þetta þetta mjög öflugur fjölmiðill og kennir margra og ýmissa grasa þar í fjölmiðlun á hverjum einasta degi. Þið farið einfaldlega ef þið eru áskrifendur inn á mbl.is eða í appið, skráið ykkur inn á New York Times og þá eru þessar gáttir opnar. Þetta glæsilegt samstarfsverkefni við fjölmiðlinn stóra vestur í heimi. Þá langar mig að minna aftur á bókina í bókaklúbbi Spursmála þennan mánuðinn eftir Michael Dillon. Hún fjallar Xi Jinping, leiðtoga næstfjölmennasta ríkis í heimi. Hann fer fyrir því og tekur sér meir og meiri völd. Bókin útskýrir það og hvernig hann hefur gert það og hvaða áhrif það getur haft á okkur og heiminn sem við búum í. Hvet ykkur til að tryggja ykkur þessa bók á frábæru verði í verslunum Pennans Einarsson og fylgist sömuleiðis með umfjöllun bókina bæði á vettvangi Morgunblaðsins, síðum Morgunblaðsins og síðan í klúbbnum. Við ætlum að hittast undir lok mánaðar á vinnustofu Kjarvals.
á morgun í fyrramálið. Í Laugardagsblaðinu munið þið sjá eina grein þetta málað saman. Hér handan við hornið það Ásthildur Hannesdóttir. Hún ætlar að ræða við ykkur eða fara yfir fréttir vikunar af pólitíska sviðinu eins og þeir birtast okkur á samfélagsmiðlum. Gjörðu svo vel. Það var aldeilis útstáelsi fjör og lifnaður á liðunni í vikunni sem nú að líða. Það nú meira hvað þetta fólk hefur mikið tíma til að skemmta sér í gríð og erg. En ég meina það má nú alveg stundum hafa gaman, það ekki? Lífið líka til að skerta maður djammi svolítið og djúsi og svona, þó það nú væri. Og sko þá sérstaklega þegar einhverja stórafmæli eins og Togga okkar áttu síðustu helgi. 60 og stór glæsileg. Til hamingju með sexy afmælið þitt, elsku Þorgerður. Þú hefur sannlega bara aldrei verið betri, ég myndi segja það. Enda ætlum við að taka upp grískan sið núna og við bara byrjum ekki að telja aldurinn fyrir en frá giftingu, ekki fæðingu. Það ekki svolítið sniðugt? Sexy afmælispartíið sló algjörlega í gegn hjá Toggu og gestirnir sem fengu boði í þann mannfögnuð vilja meina að þetta hafi verið eitt besta partí í langan tíma. Eða jafnvel bara allra tíma. Það segja nú sína sögu myndi ég halda. Gestalistin var að sjálfsögðu stjörnum prýtur, en eins og vinur minn Guðni Ágússon myndi sennilega segja þar sem margar stjörnur koma saman, þar verður stjörnurrapp. Já, með því átt við sko að gamanið var ekki að eilífu. Maður þarf ýmist að borga brúsann daginn eftir í formi timburmanna eða bara vakna með blauta tusku hversdagsleikans í andlitinu á sér. Það bara svo einfalt. Þegar Páll Óskar hefur verið að semja stuða eilífu lagið, þá hefur það verið á tímabili veruleikafýringar. Þegar sko ekki láta hann blekki ykkur. Það ekkert stanslaust stuða eilífu. Það sem mun hins vegar láta stuði vara aðeins lengur inn í framtíðina söngurinn sem Togga fékk frá Valkyrjunum sínum, þeim Kay Frost og Ingu, á sjálfan afmælisdaginn í afmælispartíinu. Holy cow, hvað þetta geggjað! Trallandi, tónelskir og geggjaði ráðherrar. Nei sko, ef það eitthvað sem lengi lífið, þá það þetta. Söngfuglinn Inga Sæland tók lagið oftar en einu sinni í þessari viku og söng fyrir Mú og margmenni oftar en einu sinni. En ekki hvað? Maður þarf að nýta þessa hæfileika sem Guð gaf manni í vöggugjöf og það gerir Inga sko fyrir allan peninginn. Það var líka alveg tilefni til, því hún Togga Gunn var ekki svo eina sem átti sexy afmæli í vikunni, heldur eru hún og Þroskaþjálfafélagið jafn gömul. Pælið í því. Haldið að það sé nú stemning. Ráðherra stjarnan okkar, Inga Sæland, þurfti ekki að hugsa sig tvisvar en að taka í mikrofóninn og trilla liðinn sem var mættur þarna í 60 afmæli félagsins. Og hún alltaf tók Tínu Turner, Simply the Best, það virkar alltaf, þetta besta partítrikkið. JG Grindavíkur móðgari, betur þekktur sem Jón Gnarr, skrifaði alveg ofsalega fallega afmæliskveðju til Þorgerðar. Kann að vera að hann sé svona pínu leiðtogasleikja, hann var alltaf frekar mikið kennarasleikja í skóla manni sagt, en hann allavega ausaði þarna einhverju fallegu orðasalati yfir Toggu í tilefni afmælisennar. Bara fallegt og flott, ekkert út á það að setja. Jón náttúrulega bara góður gæi, hann það og við vitum það og þess vegna hann að berjast fyrir mig og þig og alla hina á þinginu eins og sést hér í þessu myndskeiði. Bara ef að Ingvar væri að hella einhverju sterkara í glasið en vatni, þá kannski fyndist honum ljóðasöngur flokksfélaga síns aðeins fyndnari. En ég meina, þetta kemur ekki í vatninu sko. Ég veit það, ég sammála þér, alltaf sami söngurinn. Simmi Dabbi, hann hefur sko ekki húmor fyrir þessari athyglisríki stjórnarliða sem virðast finna hverja glufuna á fætur annarri til þess að klæða sig úr ráðherragallanum eða ráðamannagallanum og í listamannagallan. Sæki bara listamannalaun og lifi drauminn ykkar. Það nóg til sko, nóg til. Nei sko, þarna eru Obba, Togga og forsetamakkinn Just Björn. Cuteness overloadið það. Þetta svo sæt mynd af þeim. Þær Obba og Togga voru bara greinilega ekki alveg til í að sleppa tökunum á afmælisgleðinni og hafa bara ákveðið að tengja sexy afmælispartíið við finnsku gleðina með forsetahjónunum. Ég skil það svo vel. Svona á að gera þetta. Hamingjan alltaf lengi lífið. Sjöllurnar Diljá Mist og Hildur Björns létu ljós sitt skína sem veislustjórar í vikunni og sigruðu næstum heiminn. Sko, þær voru samt ekki veislustjórar í sexy afmælinu hennar Toggu og heldur ekki þarna hjá Þroskaþjálfafélaginu, heldur hjá SUS. Nei, ég sko ekki að sussa okkur, þetta þetta Ungir Sjallarfélagið. Já, flott, já. Pavel Bestilingur tók sjálfur fyrir utan svitahóluna í Bolholti með Kvíðu og Döggu Konna, allir hressir og allt það. Og svo skálaði hann bara með Toggu sinni líka, auðvitað. Og ég held að þessi mynd lýsi bara ástandinu. Líf þessa fólks bara í
algjöru blörri af gleði. Algjöru blörri. Ef það eitthvað sem sósíalista Sanna hefur ekki áhyggjur af, að þá það peningar. Hún á nefnilega kreditkort, sko. Sanna veigraði sér ekki við því að splæsa drykk á gesti og gangandi og kjarval á dögunum og nú bara komin smá brunalykt af kreditkortinu. Sósíalistar eða ekki. Það allir til í frían drykk á barnum, sko. Rósa Guðbjarts fyrir ekkert úr bingogólanum þessa dagana á milli allra þessara jam-gigga. Það náttúrulega bara óþarfi, það svo stutt á milli alltaf. Station-helgarnar endalausu. Þetta kannski orðið vandamál? Þurfum að fara að hafa áhyggjur á þessu eða? Nei, hún bara living. Leifum við aðeins. Sjáu bara hvað það mikið stuð, dag og nótt. Maður bara með fóm og allan liðlangan. Ég meina, akkur maður ekki bara þingi? Litla veislu lífið sem þetta lið að lifa. Guðrún Hafsteins skellti sér á bjórhátíð í Hveragerði, svo festi svona ýmiskonar, já, má maður segja super vandræðileg moment á filmu. Já, ég myndi segja það. Æ, það samt eitthvað svo cute við þetta myndband. Það verður að viðurkennast. Logi Einarsson átti þessa viku. Hann bæði rokaði og rokkaði. Æ, fattiði. Logi, sko, ég meina, til meira krút en hann eða? Hann fékk náttúrulega athyglis memóið og steig á stokk á norrlensku rocktónleikaháttíðinni Eyrarokk síðustu helgi. Skellti sér bara í búning og var bara í blússandi gír. Svo rambaði ljósmyndar mbl.is á hann við sjávarsíðunni í Reykjavík. Þar sem að Logi lét bara veðri leika sig allan í fyrstu alvöru haustlæðinni. Hann náttúrulega landsbyggðarmaður. Hann landsbyggðarmaður og hann bara lætur ekki deigan síga. Hann lætur ekki eitthvað smá rók eftir sér frá því að ganga úr sér helgarsamaran. Nei, það gerir hann ekki. Logi stóð svo fyrir nýsköpunarþingi með Ölmu Mö og það gekk svona líka ljómandi vel fyrir sig. Hugvit all over the place. Sjómannadagur B. Eggertsson var í öfundsýkis kasti út í sjávarútvegsfyrirtækin í vikunni og fer núna fram á það að hluti af því sem þau græða skili sér á einn eða annan hátt í hans eigins vasa. Hefur hann einhvern tímann við í Saltansjó eða? Nei, ég hélt ekki. Gummari og fellar tóku á því og rifu járnin í Alþingisræktinni í jakkafötunum í vikunni. Jesús, í alvöru, hot or not eða? Ég held að séu margir svolítið heitir fyrir þessu. Ég segi bara meira svona félagar. Eyjó, innviðaráðherra stal svo algjörlega senunni á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna á dögunum. Við skulum enda þessa miklu stuðviku á að sjá gloppur af uppistandi hans og sjæs hvað maðurinn viðbjóðslega fyndinn og skemmtilegur. Ég bara legg ekki meira á ykkur. Já, ég vil ekki segja það. Þetta sem samgönguáætlun, ég segi það í þinginu. Það verður að vera burður. Ljómandi Eyjólfur. Það verður að vera burður til að synda. Ljómandi Eyjólfur. Ok, ljómandi. Ég skildi að vísi burðinu. Nýr og alrafmagnaður Kia EV4. Skrefinu á undan. Askja. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is. Fyrir fólk eins og þig. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl að nýju. Við erum búin að fara hér yfir fréttir vikunar af pólitíska sviðinu á samfélagsmiðlunum með hinum einstæða hætti Ásthildar Hannesdóttur, kollega míns. En það stútfull fréttavika baki, svo ekki sé meira sagt. Og fréttavikan reyndar ekki alveg liðin því að föstudagurinn bara rétt rúmlega hálfnaður. En hér á þessum tímapunkti hef ég fengið góða og öfluga einstaklinga til að ræða við mig þær fréttir sem nú þegar eru komnar í loftið. Það gamalt fjölmiðlafólk sem starfar ekki lengur hjá Morgunblaðinu, sem þau gerðu þó einu sinni. Það Björn Ingi Hrafnsson sem aðstofamaður formanns Miðflokksins og Sunna Sæmundsdóttir, fréttamaður á Sýn. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Ég svo svona fastur í forminu. Ég ætlaði þetta að fara að kynna þeim sem fréttamann á Stöð 2 en nú það ekki lengur til. Já, ég ætlaði bara að halda þig fram hún sé ennþá fréttamann á Stöð 2. Er það? Já, þeir eru þar. Nei. Já, mér þykir mjög vænt það vörmerki. Já, það var... Ég var með þætti þarna í mörg ár og mágur minn stofnaði þessu sjónvarpsstöð. Þannig að
Eru þið ekkert að lenda í því að svona mismæla ykkur? Þetta allt komið inn í kerfið? Jú, bara daglega sem einhver skrifa sig sem netfangi sitt Stöð 2 eða kynni sig þannig eða bara þegar maður að skrifa saman einhvern samantekt á fréttatímanu sem ég geri daglega heila og yfirleitt ratar þannig inn í kvöldfréttum Stöð 2. Eitthvað. En við hjálpast að grípa þetta. Já, en það segir mann ýmislegt það hvað þetta greift í þjóðarsálinu. Já, en ég held að þetta sé bara eins og með áhuga minn á rúllukrafpeysum, þær komast stundum í tísku, þó að ég sé oft í þeim. Já. Þannig að stundum það ekki í tísku og stundum það tísku og eftir svona 2-3 ár þá koma einhverjir markaðsnillingar hjá ykkur og segja, við ættum kannski að endurvekja þarna merkið Stöð 2. Þannig að ég býð bara eftir því að það mun gerast. Já, það spurning. Það náttúrulega alveg kostir við þetta líka. Þetta svona ein ásýnd og svona frekar en að vera tjögla mörgum vörumerkjum. Já, það getur flókið. Já. En eru rúllukragapeysur í tísku núna? Ég bara veit ekki, mér alveg sama. Já, það kemur þér ekki við. Nei, það eru bara frábærlega þægilegur fatnaður. Já, þetta litrík og falleg peysa samt í. Þakka þér fyrir. En þá skulum við koma okkur að svona kannski mikilvægari málum. Stærsta frétt vikunar, kannski stærsta frétt ársins, áratugarins jafnvel, eru friðarsamningar fyrir botni Miðjarðarhafs. Það virðist vera að takast að koma vitinu fyrir þessar stríðandi fylkingar. Já, hann ætla bara að vera að skrifa söguna ef þetta helst og maður vona það, en þetta er auðvitað bara fyrstu skrefin sem þarna verið að taka og auðvitað kannski auðveldustu skrefin þarna, það eru gíslar og mannúðaraðstoð og fangaskipti og slíkt sko, en alltaf stóru og flóknu málin standa út af borðinu, bara hvað var þar Hamas, afvopnun og bara framtíðar uppbyggingu þarna á svæðinu. Endurreisnina, það er rúst. Já. En þetta eru samt auðvitað gríðarleg tíðindi og þó að það sé ekki tísku í Evrópu að vera hrifinn af því sem Trump er að gera, þá er ekkert annað þetta en að segja að hann eigi þarna hróskilið því að hann hefur greinilega nægtök á Ísraelsmönnum til að setja þeim stólum fyrir dyrnar, en ekki síður þá bara beinleinis hótaðan Hamas því að hvað myndi gerast ef þeir myndu ekki verða þessum kröfum. Hann sagðist myndu leiða yfir á helvíti og jörðu. Já, all hell will break loose. En spurningin var það ekki þá þegar skeið? Það búið að varpa 100.000 sprengjum á Hamas og fólkið þarna? Já, en Hamas-hreyfingin hefur nú samt ekki ennþá séð ástæðu til þess að skila gíslunum, jafn ömurlegt og það nú er, og hefur greinilega ekki haft of miklar áhyggjur af þeim hamförum sem hafa í rauninni komið fyrir alþýðu manna á Gaza, og það er einmitt það eins og þú segir, stríðandi fylkingar, hvort sem það er Ísraelsmenn eða Hamas, þeir sem að vilja halda hernaðinum áfram hafa því miður hingað til haft völdin, og ég tók eftir því að fjármálaráðherra Ísraels í gær sagðist ekki geta stutt þetta vegna þess að hann vildi ganga lengra og útrýma Hamas í eitt skipti fyrir öll. Hann óttast samtökin, en hann óttast líka þetta fólk sem á að láta laust. Já. Þetta eru lífstíða fangar sem eru kannski ekki barnanna bestir. Nei, en ég tek alveg undir með Sunnu. Þú veist, maður á algjörlega eftir að sjá þetta í praktík, og þetta eru því miður allt of mörg öfl sem vilja ekki frið, og við munum eftir því að Yitzhak Rabin, sem var forsætisráðherra Ísraels, var myrtur 1995 því að hann þótti vera of veikur friðflytjandi. Og tveggjaríkjalausnin er ekkert eitthvað nýtt fyrirbæri. Clinton til dæmis gekk mjög langt í að reyna að ná því fram. Þá náðu Palestínumenn ekki samstöðu innan sinna raða þá lausn, vegna þess að hún hefði falist í því að þeir eru líka að viðurkenna tilverurétt Ísraelsríkis. Þannig að þetta er engin smá deila sem er kannski ekki leidd í jörð á einhverjum vikum eða mánuðum. En eins og með Trump, maður aðeins velti fyrir sér, og reyndar ég sannfærður að umræðan þessi stríðsátök hefur verið meiri og svona heiftúðugri hér á landi heldur en í mörgum öðrum nágrannríkjum okkar. Mér finnst svona viðbrögð þeirra sem hafa látið eitthvað hæst út af þessum átökum vera mjög hófstillt, eða það fer lítið fyrir fagnaðarlátunum yfir þessari máluléttu. Er fólk ekki bara, ég meina þetta er auðvitað gleði tíðindi að sjálfsögðu, en er fólk ekki líka bara í ákveðinni væntingastjórnun? Þó að sé náttúrulega annað bragur yfir þessu og það er verið að stefna að friði, að þá er þetta bara vopnahlé eins og er, og við höfum alveg séð það áður svo sem.
og allt fari í skrúuna ítrykkað eftir það. Þannig já, þetta ekki bara ákveðin væntingastjórnin. Það sennilegt, eða þá að Trump blandist einhver leyti inn í þetta, ég held að menn eigi þetta erfitt með það. Já. Eiga margir erfitt með það. Já, en maður verður samt, sko, maður verður að hafa þá stærð að geta hrósað fólki þegar það á það skilið og það nú líka þannig að þó að einhverjum sé hrósað fyrir eitthvað, þá þarf ekki að taka ábyrgð öllu sem hann hefur gert, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt. Við verðum aðeins að taka umræður ekki Nei, við erum alltaf einhverjum liðum, sko. En nú stefna menn á að hefja endurreist þarna á þessu svæði og þarna 2 milljónir íbúa. Maður hefur séð upptökur af ástandinu þarna auðvitað bæði eyðileggingunni en líka heiftin í fólki yfir því sem að það hefur lent í en líka þeirri innrætingu sem hefur átt sér þarna síðustu áratugi. Maður velti fyrir sér, hafa menn trú á því að það sé hægt að færa þetta samfélag í einhvað eðlilegt horf? Er fólkið ekki bara einfallega sem eftir lifir jafn skemmt og byggingarnar sem hafa verið sprengtar á loftu? Það er bara risastór spurning. Ég meina, að tala að 90% bygginga á Gaza séu bara skemmtar, fólk á engin heimili til að snúa í, það er ekki innviðir þarna, það er ekki skólakerfi, það er ekki heilbrigðiskerfi. Hvað á fólk að gera, það er ekkert öryggi til að hverfa í og maður getur alveg spurt sig hvort í rauninni þarna ég meina, bara með það sem undan er gengið einmitt hvernig þetta fólk horfir á sem er búin að horfa á alla fjölskyldu sína felda, hvert það fer héðan, sko. Er þetta verður hægt að gera þetta lífanlegt? Já, við skulum vona það. Ég hef auðvitað bara mjög miklar áhyggjur því að svona hernaðarátök og aðstæður í mannkynssögunni hafa haft tilhneigingu til þess að búa til mjög marga vígamenn. Vígamenn sem eiga harma að hefna og ætla að hefna fyrir bræður eða feður eða hvað sem það er og það er auðvitað mikið umhugsunarefni og við munum eftir myndbandinu sem að Trump deildi nú af Gazaströndinni eins og hann sá hana fyrir sér sem einhvers konar ferðamannaparadís eða eitthvað svoleiðis. Þetta er auðvitað rosalegt verkefni sem er framundan en það verður líka horfast í augu við það að Hamas-hreyfingin sem er hryðjuverkahreyfing, hún hefur haft stuðning almennings, ekkert endilega út af því að þeir séu allir hrifnir af því sem hún er að segja, út af því að hún hefur verið svona kannski fulltrúi fólksins og haft ítök og þó að sá stuðningur hafi farið minnkandi, en hún hefur eytt gríðarlegum peningum í að byggja göng þarna allt til þess að verjast loftárásum og njósnamyndum og hvað þetta heitir allt saman. Og Hamas-hreyfingin var ekkert að setja krafta sína og peninga í að byggja upp mannlíf á Gaza. Það var gert í allt öðrum tilgangi. Já, og miklum fjármunum dælt inn meðal annars frá Vesturlöndum. Já. Einhverjir töldu að Trump hefði með þessu náðu uppfylla einn af sínum stærstu og blautustu draumum að verða friðarverðlaunahafi Nóbels eins og Barack Obama tókst, ef ég maður rétt 2009 eftir að hann var kosinn forseti. Nú var tilkynnt í morgun að Maria Corina Machado frá Venezuela hefði hlotið þessi verðlaun og maður getur ekki séð annað en að hún sé mjög vel að þessu komið fyrir þá ótrúlegu baráttu sem hún hefur sinnt. Já, og ég bara óskum henni til hamingju með það. Sendu henni góðar kveðjur. Að sjálfsögðu. Hugsa að norska friðarnefndin hafi verið mjög meðvituð að sáu það svo sem er fyrir valinu þyrfti að hafa þessa skírskotun að fólki finnst viðkomandi vel að verðlaununum komin. En ég skil í sjálfu sér alveg að Trump verði ekki fyrir valinu. Ég myndi vilja sjá meira gerast til dæmis í Úkraínumálum og sjá einhverja framtíð þarna áður en að það er. Veikibletturinn í þessu er hins vegar að það var dálítið hneyksli að Obama fengi þessi verðlaun. Ekki út af því að Obama hafi ekki átt einhver verðlaun skilið heldur út af því að hann var nýtekinn við og meira sér hörðustu stuðningsmenn hans og sín tíma sögðu já, hann nú alltaf búinn að gera neitt, sko. Hann var bara vandraður. Já, hann var bara nýbyrjaður, sko. Hann átti að sjá því, þetta var ekki verðstöð. Nei, ég meina, akkurat, þannig að og Trump er auðvitað bara þannig að hann einhvern veginn telur að hann eigi að fá það líka, sko. Það er bara þannig. Já, hann náttúrulega vísar í sjálfur að hann sé búinn að leysa einhver 7 stríð sem að kannski svona tvíbent hvort hann hefði gert. Það þurfa menn að leysa mörg stríðsátök til þess að fá þessi verðlaun. Það er góð spurning. En svo líka, ég meina, svo allt í einu sá maður, ég veit ekki hvort að hans fólk hafi stefna í að hann var ekkert að fara að fá þessi verðlaun, þá sá eitthvað svona í gær að vera að tala að þetta væri nú
vera að horfa lengra aftur í tíman heldur en bara á þessu ári sko. En mér finnst þetta er náttúrulega eitthvað sem maður aldrei trúa í rauninni væri einhver umræða hérna fyrir einhverju síðan að Trump væri að hljóta friðarverðlaun Nobel, þetta er Hann hefur fengið, sko, hann hefur sótt þetta mjög fast. Já, mér finnst það algjörlega stórkostlegt að hann hefði bara hringt í Jens og mér finnst það geggjað, sko. Og einmitt eins og við segjum, það er alveg auðvitað hægt að segja hvað er vel gert. Já, algjörlega. Það er hægt að segja það, en friðarsinnin Trump, ég veit það ekki, þetta er svona maður sem hefur alveg á sundrungu að mörgu leyti í sinni forsetatíð bæði núna og í þeirri fyrri, sko. Hann mætti nú kannski líka bara tala eins og varlegar annað fólk, af því að friður er ekki bara vopnuð átök, heldur líka bara einmitt mannleg samskipti. En sko, teka þess boltan frá þér, ef hann telur möguleika á því að hann fái þetta næsta ári, þá er það góð tíðindi sko fyrir heiminn. Vegna þess að ef hann miðar aðgerðir sínar í framhaldinu við það að fá verðlaunin næsta ári, þá held ég allir verði ánægður ef hann færi það vegna þess að þá er miklu friðvænlegra í heiminum. Kannski Nóbelsverðlaunanefndin að sem við þurfum öll á að halda vegna þess að það er ótrúlega ófriðvænlegt allan heim. En þó friðvænlegra núna heldur hann upphæði vikunum. Já, sem er stórmerki. Þannig að það er allavega mennur að hættur að sprengja á Gaza-svæðinu. Varðandi Venezuela, það er auðvitað ótrúlegt voru að tilkynna þetta í morgun og fóru yfir það hvað hefur gengið á í því landi. Það var 8 milljónir manna flúið landið út af þessari kommunísku óöld sem að þar hefur ríkt. Manni fallast bara hendur. Þetta er auðlindaríkt ríkt. Já, og töluverður hópur meðlands komið hingað til lands. Sem ég held að sé bara fín reynsla af og gott fólk en alveg ömurlegar aðstæður og sýnir að mínum mati hvernig sko svona hrein hugmyndafræði alveg til vinstri hefur siglt hverju þjóðfélaginu og fætur öðru í þrot. Hljómar sumt eflaust vel í einhverju sko hugmyndafræði en í praxis hefur það ekki gengið upp og krefst þess alltaf yfirvöld beiti afli og kúunum til þess að hafa heimil á almenningi og þetta er bara sorglegt dæmi um það. Talandi um hreina hugmyndafræði, landsþing Miðflokksins fer fram helgina. Segðu. Þið væntanlega ætlaði að fylgjast vel með því á ykkar miðlum? Já, auðvitað, stefnir í almennilegan varaformannsslag, þetta er svona maður svona það er eitthvað svona upptaktu virðist vera nánast eins og fyrir bara landsfund hjá Sjálfstæðisflokknum, þannig sé svona alvöru einhver innanflokks slagur þarna og maður sér að svona vera að hvetja fólk til að mæta á landsþingið og þannig að Hvað hafa margir seturétt þarna? Það eru kringum 200 manns, það er að segja fleiri hafa seturétt en atkvæðisrétt hafa kringum 200 manns sem eru þá fulltrúar félagana og miklu fleiri sem að sóttu en fá, sem að mér finnst bara eðlilegt þegar er að ræða landsfund. Þetta voru talsverðar væringar í aðdragandanum. Þetta byrjar einhvern veginn á því að flokksfélagi í Hafnarfirði skorar á Snorra Másson, Bergþór Ólason stekkur til og segir af sig sem þingflokksformaður. Já, en þetta er náttúrulega þannig. Það er svolítið gaman að þessu. Ég meina, ég horfa á þetta sem verandi að vinna með formanni flokksins, þá er þetta að mörgur þetta alveg draumur að það sé fleiri en einn sem vilja vera varaformaður, það er bara fólk að ganga til liðs við flokkinn og ég veit bara það að það er fullt af fólki þarna sem er að fara að mæta á sitt fyrsta landsþing og taka þátt í þessu. Þetta er bara stækkandi flokkur. Hvar er þetta haldið? Já, á Nordica Hotel. Hvernig er þetta hjá ykkur? Er svona, ef við að slást þessi sæti, þannig að atkvæðisréttar sætin eins og Nei, það var ekki það átakafundir, en það sannarlega sóttu fleiri heldur en fengu, en þar voru félögin að horfa til þess, sko, ef fólk búið að vera virkt í starfinu, er það búið að taka einhvern þátt, eða er það bara að koma til þess að kjósa einhvern og jafnvel taka ekki þátt að öðru leyti. Ég held að það sé nú eitt af því sem sjálfstæðismenn hafa lært af sínum landsfundum, að það er töluvert af fólki þarna á sunnudögum sem kemur að kjósa sem hefur ekki sést í nefndastarfinu að öðru leyti og það er kannski svona minni spenna fyrir því. En ef að það er fólk til í að koma og taka þátt móta stefnuna og þá er það auðvitað bara frábært. Það er nú einu sinni tilgangur stjórnmálaflokka að reyna að stækka á að höfða til fleiri. Hvert er að vinna þetta? Þetta eru Ingibjörg Davíðsdóttir, Bergþór Ólason og Snorri Másson. Ég bara treysti mér ekki til að segja það. Það er ástæða fyrir því. Þetta er fólk af öllum kynjum. Já, þetta er bara allt fólk sem gæti mjög vel stint þessu embætti. Bergþór er reynslumikill og þekktur. Snorri er fulltrúi svona nýrra tíma, nýrrar kynslóðar. Þekktur, alræmdur.
segðu, eins og við tveir og svo Ísbjörg sem kona af landsbyggðinni en líka sko fyrrandi sendiherra. Þannig að, þú veist, mér finnst þetta fólk hafa bara mjög margt til síns ágætis, þannig að Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hvernig landið liggur? Já, en mér dettur ekki í huga að segja Svona, hvernig metur þú þetta? Ætlar að koma með spá? Sko, já, eins og hann, Björn segir að þá náttúrulega, ég meina Bergþór með því lítið bakland í þessu flokki lítur að vera reynslumikil þingmaður og þingflokksformaður og allt það og Snorri náttúrulega að koma nýr inn og með, held ég, stóran svona fylgjandi hópa bak við sig, myndi maður ætla, eða svona heyrismanni. Ingibjörg, hún er sterku kjördæmi landsbyggðar kona sko, en ég veit það ekki, ég eiginlega þegar ég reyna að spá fyrir eitthvað þá gerist alltaf akkurat hitt, já, þú vilt ekki fá akkurat, já. Ég myndi kannski tippa á Bergþór bara með hans stöðu innan flokksins ef þetta eitthvað fólk sem hefur verið lengi virt í flokknum sem er á þinginu eins og Björn segir sko, en Ásýndarlega séð var ekki best að fá öfluga konun í þetta rosalegu karlaklúbbur. Já, en ég Það var rosalega karlaklúbbur fyrir síðustu kosningar allavega. Ég meina, þú veist, nú er bara tækifæri til þess að breyka ásýndina vegna þess að eftir helgi og næstu dögum í næstu viku þá verður líka tilnefndur nýr þingflokksformaður, þannig að það eru breytingar í þessu. Það er margt að vera í þessu. Þið eru þjóðmenningarflokkur, leyfi ég mér að segja. Við fluttum hér sláandi frétt í gær að því að Halldór Laxness, eini Nóbelsverðlaunahafinn íslenski, hann á leiðinni út úr skólakerfinu. Já, mér finnst þetta sorglegt og ekkit endilega bara út á Laxness heldur bara svona, ég les mikið og einn af fjölmörgum foreldrum á Íslandi sem alltaf að reyna að finna leið til þess að láta börnin mín lesa meira og bækurnar eru bara svo mikill í samkeppni við öll þessi tæki. Ég man sko þegar foreldrar mínir sendu mig út að leika af því að þeim fannst ég lesa allt of mikið. Nú myndu foreldrar borga stórfé fyrir að vera í þeim vandræðum sko. Þannig að tímarnir bara breytast. En mér finnst þetta að vera svolítið svona bara ákveðin skurðpunktur. Við getum gefist upp og sagt að það er ómögulegt að láta krakkana lesa einhverjar stórar og þykkar bækur. Eða bara setja okkur það markmið að gera það. Því að við erum sko bókmennta þjóð og byggjum á þessum arfi hérna. Ein röksemdin er svo að það sé dvínandi orðaforði og börnin eigi erfiðara með að lesa stærri verk. Hvert er viðbragðið við því? Já, ég er að segja annarkvort gefast upp eða takast á við það. Mér finnst þetta ótrúlegt eiginlega. Þetta er algjör og komplett uppgjöf. Svo ég fái að sletta hérna að við erum að ræða íslenskuna. Nei, en ég meina það að þetta sé flókið og erfitt á bara að vera jákvætt. Þegar þú sérstaklega komin upp í menntaskóla og að vera, ég meina þú ert að komin á eitthvað stig og átt að vera komin ákveðin grunnleskilning þannig að ég geta ráði við flóknari verk og bækur og ef ekki þá er það bara frábær kennsla. Þannig að ég finnst það mjög sorglegt. Þannig er einmitt orðaforði sem að finnst ekkert í öllum bókum og þetta er bara þá eitthvað sem deyr út sko. Aðeins hefur verið kvartað undan óaðgengileika textans að því að hann stafsettur rangt með við reglur. Jú, en meira að segja það er líka bara töfranir og fólk, já, þetta er bara menningar arfur. Langt síðan að það voru líka búnar til sko réttritaðar útgáfur af helstu verkunum. Ég menn það er ekki afsökun. Hins vegar held ég að sérstaklega er þetta ekki afsökun þegar að ég hef til dæmis tekið eftir með mín börn að það er ekki nógu mikið af spennandi lesefni sem að verða óta að krökkunum. Þetta er sannarlega hluti af því lesefni sem er spennandi og flott. Ég man til dæmis rosalega vel eftir smásögunni Lilju eftir Laxness. Ég las í skóla Nebúkadnesar Nebúkadnesarsson. Þetta er bara eitthvað sem að man alla ævi. Ævinanda. En fyrir þá foreldra sem er í vandræðum með að reyna að finna lesefni, þá hef ég lengi notað mokkan til þess að láta krakkana mín að lesa fréttir sem höfða til þeirra, af því að það er alls konar fréttir, og spjalla við þau það. Þetta var ókeypis. Já, þetta, og nú getur þau lesið uppeldisráð. Já, akkurat. Eigið ykkur upp á Laxness-bók? Ég man bara Salkavalka held ég á svona með þeim fyrstu sem ég las og mér fannst hún æðisleg. Íslandsklukkan og sjálfstætt fólk finnst mér bara eitthvað sem ég get gripið í bara aftur sko, af því að
Ritstíllinn og annað náttúrulega bara einhver öðru tilverustígi, sko. Ég með þá kenningu að Gerplas í fyndnasta bók sem var skrifuð á íslensku. Bændur flugust á. Já. Innan Sveita krónika líka, á Mosfellsdalnum. Heyrðu, við fluttum líka fréttir hér af horfum í efnahagslífinu. Stýrivextir Seðlabankans haldast óbreyttir og okkur virðist ekki vera að takast að kveða verðbólgu drögin niður, vextir eru himinháir og atvinnulífið, samkvæmt könnunum sem að Seðlabankinn og samtök atvinnulífsins að gera, það bara mjög svartsýnt á það hvernig hlutir sé að þróast hér. Erum við að... Já, það í rauninni bara ekkert skrítið. Ég tók sótti þarna dag atvinnulífsins, ásfund samtaka atvinnulífsins daginn og það var greinilegt að fólk að tala þetta og ég tók eftir því að formaður samtakana var með mjög góða ræðu. Það sem hann var svolítið harður við stjórnvöld og var að útskýra að það væri ekki beint tilgangur fyrirtækja að afla ríkinu fjár, heldur væri verið að skapa störf og það væri ákveðin hugmynd á bak við einkaframtakið og vekja athygli á því að margir, Sunna þekkir það verið samkeppni ríkið. Það einhvern veginn, ríkið alltaf að laða til sín fólk, það með styttri vinnuviku, meiri réttindi og meira atvinnuöryggi og við getum einhvern veginn ekki öll stemt þangað og ef þið pælið í því að nú talað að krónan sé of hátt skráð, þannig að hún eigi þá væntanlega eftir að veikjast eitthvað, það getur þýtt hærra vöruverð. Það verður innflutt verðbólga? Já, húsnæðismarkaðurinn í þeirri stöðu og fólk fær ekki greiðslumat, jafnvel þó að það getur sýnt fram á það að borga miklu hærra leigu heldur en að lánið myndi vera, en samt segir einhver nei, þú myndir ekki standast greiðslumati, sem þýðir að með leið og losað það, þá getur fasteignaverð farið á flug, það hækkar verðbólguna. Og við virðumst vera svona föst í ákveðinni eilífðarvél og ég heyri það að pólitíkin svolítið hrædd þetta. Ég skil vel að ríkisstjórnarflokkarnir hafi miklar áhyggjur af þessu, vegna þess að það ekki einfalt að leysa þetta. Kristrún hagfræðingur og hún lofaði því að taka sleggjun á þetta og ég efast ekki að hún vill gjarnan leysa þetta mál. Já, þó ekki væri nema bara til þess að tryggja áframhaldandi vinsældir ríkisstjórnar. Akkurat, en til þess að gera það þarf að fara í töluverða niðurskurð og hagræðingu. Og við vitum að það þarf sterk bein til þess að ráðast í slíkar aðgerðir vegna þess að það kallar á alls konar neikvæðar fréttir alls konar kerfi sem að standa þá upp á afturlappirnar og segja, hvað að gera? Já, akkurat. Hvernig horfir þetta við þér svona? Já, ég meina, þetta náttúrulega, þetta var kannski svolítið brött loforð þarna fyrir í kosningabaráttinu sleggjuna og að ná þessu niður af því þetta náttúrulega auðvitað flókið og þetta alls konar samverkandi. Það náttúrulega ákveðið niðurskurður núna sem að ríkisstjórnin að ráðast í og skattahækkanir náttúrulega bæði til þess fallið að draga úr einhver eftirspurn í kerfinu. Hvað sem manni finnst það og þessar leiðir en þetta bara einmitt, ég meina að tala að það sé hægt að lækka vexti hvað eftir áramót mögulega, þetta ferli sé svona yfirstandandi en þetta bara margt. En nú benti eins og formaður SA á það að Finnar, þeir eru að lækka skatta til þess að reyna að örva efnahagslífið. Hér erum við að sjá að það að fækka starfsfólki, það að draga úr eðli málsins samkvæmt fjárfestingu í sjávarútveginu. Já, ég meina nú bara áhrif veiðigjalda lagana að koma fram. Það að segja fólki víða land og eitthvað svoleiðis og stjórnarandstaðan var sökuð einhvern veginn að mála skattan á vegginn í þeim efnum. Nú held ég að það kom í ljós sem að var varað við þeim efnum og ríkisstjórnin sannarlega að hækka skatta út allt á allar greinar, segja bara ferðaþjónustan sig næst. Nú verið að kollvarpa landbúnaðarkerfinu. Auðvitað hafa þau fullt leyfi til þess að vera í sinni pólitík, en það svolítið skrítið, þau segjast ekki vera að hækka skatta. Þau lofuðu því að hækka ekki skatta á fólk og fyrirtæki. En svo kallaðist það bara leiðrétting og afnám skattstyrkja og eitthvað svona. Þú veist, þetta bara kallað einhverjum öðrum nöfnum, þetta eins og hjá Orwell, þetta nýlenska. Við erum ekki að hækka skattana, við erum að leiðrétta þá. Já, þá getur við náttúrulega hækka skatta endalaust á þess að vera tjón að gera það. En þú nefnir stjórnarandstöðuna og veiðigjöldin. Ríkisstjórn Kristrúnar fer bara með himinskautum, vinsældir Kristrúnar eru gríðarlega miklar og það eru hluta fréttir hér hverju viku því að stjórnarandstaðan sé svo óvinsæl, hún ná sér ekki á flug. Já, þetta nefnilega dálítið merkilegt. Við vorum einmitt með fulltrúa stjórnarandstöðu flokkana í viðtali í vikunni í kvöldfréttum hjá okkur í
ljósi nýrar könnunar hjá Maskínu sem að sýndi bara stór auknar óvinsældir stjórnarandstöðunar. Þetta tekið ársfjórðungslega púlsinn á fólki. Þannig að ég veit ekki hvort að umræðan veiðigjöld í sumar spilið þar inni. Það voru margir náttúrulega sem að svona voru ekkert allt á hrifnir af þeirri umræðu, sko. Mér finnst það samt bara svolítið, já, ég meina, mælingar það sína þetta, en sko á sama tíma til dæmis síðastu þjóðarpúls Gallup sýnir töluvert stökk hjá Miðflokknum og Framsókn reynda líka og Miðflokkurinn með kjörfylgi sem ekkert alveg sjálfsættir út í stjórnarandstöðu og langt til næstu kosninga. Þannig að það ekkert bendið til þess að óvinsældirnar hafi aukist þar eða vinsældir minnkað. Stjórnarandstaðan hins vegar ekki eitthvað svona heildstætt fyrirbæri. Sko ríkisstjórn kemur saman og semur að vinna saman og búa til einhverja heild þar sem ráðherrar eru og forsætisráðherra. Stjórnarandstaðan eru bara þeir flokkar sem voru ekki í ríkisstjórninni. Þannig að stilla henni upp sem einhverjum valkosti, ég styð auðvitað skilji vel að stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar núna. Þeir eru ekki hrifnir af stjórnarandstöðunni. Þeir vilja bara hún sé hlýðin og góð og sé ekki að gagnrýna og það kemur í ljós að ríkisstjórnarflokkunum finnst að stjórnarandstaðan tali of mikið og sé of erfið. Ég bara vísa til þess sem að Miðflokksmenn hafa sagt að það stendur ekki til að líða. En hún talar sannlega mjög mikið. Já, bara liggur mjög mikið á hjarta. Þú þekkir þetta, Stefán. Þetta er bara vandamál sem erfitt að eiga við. Þetta er smitandi. Já, talandi nýíslensku, lýðræðis ákvæðinu verður nú kannski eitthvað beitt gegn því á þessum vetri. Stefnir í harðan vetur í pólitíkinni. Hefur þú tilfinningu fyrir því svona að þetta verði átakasamt? Það held ég, er það ekki? Jú. Þú getur kannski betur svarað því. Jú, ég held að. Það búið að vera rosa rólegt núna í þinginu til að byrja með, alveg eins og síðast. Lognmála, logn á undan stórum minnum áður en að stóru málin koma til. Já, og það er ýmislegt svona sem að getur sé fyrir að verði umræðu bara til dæmis kílómetragjaldi sem að vera að mæla fyrir á þingi sem að einmitt að þú talar hækkanir á gjöldum á almenning sem að og vörugjöld á bíla. Já. Þetta bitnar á öllum, sko. Einmitt, og það verður spennandi að fylgjast með einmitt. Ég er mjög spennt fyrir að því að einmitt þegar ríkisstjórnin var að kynna sína þingmálaskrá að þá var Kristrún sérstaklega þetta svokallaða kjarnorkuákvæði sem var nýtt náttúrulega í sumar, lýst því sem lýðræðisákvæði. Ríkisstjórnin hefði það vald að ná sínu málum í gegn á þinginu. Þannig að hvort við séum að fara inn í einhverja breytta tíma hvað það varðar og hvernig stjórnarandstaða mun, hvort að hún muni láta reyna á það að láta beita sig ítrekka, sko. Eitt þurfa menn að muna þegar beita svona ákvæðum, að daga lenda þeir sjálfur í stjórnarandstaða. Það er nefnilega þá snýst vopnið gegn þeim. Já, það er nefnilega svolítið þannig. Hvernig verið svona, það er einhver ákvæði svona, eitthvað pér eiginlega kringum þetta ákvæði, þessi orðanotkun. Og það er svolítið þessi nýlenska. Það er ástæða fyrir því að þessu ákvæði hefur ekki verið beitt þó að það hefur verið til staðar. Ég hefur tvisvar verið beitt við mjög svona sérstakar aðstæður. Á lýðveldistímanum. Þannig að, þú veist, ég bara vísa til þess að þeir flokkar sem núna í ríkisstjórn, þeir voru allir í stjórnarandstöðu og þeir þekkja alveg þetta og þau dróðu ekkert af sér í málþófi eða löngum umræðum þegar þeim mislíkaði eitthvað. Samfylkingin heldur sko ungir jafnamenn halda ennþá upp á Jóhönnu daginn þegar hún hélt lengstu ræðu allar tíma, þannig að þetta nú fljótt að breytast eftir því í hvað er hlutverk. Hún stendur enn yfir sálflutningur. Mitch McConnell í Bandaríkjaþingi, hann benti demókrötum á þetta á sínum tíma þegar þeir beittu kjarnorkuákvæði sem er þar í stjórnlögunum og svo þegar að repúblikarnir komast til valda og beittu því, þá bara rifjaði hann upp með þeim að hann hafði varað á við. Þannig að það er auðvitað það sem að mun gerast í þessu. Akkurat. Spennandi vetur framöndan. Frábært að fá ykkur hingað á þessum frétta þunga og mikla föstudegi. Ég treysti því að þið séu að fara heim að lesa New York Times af því að þið eru búin að lesa Mokkan. Ég er nú bara að fara á landsting og hafa gaman þar helgina. Nú, ok. En ég skal kíkja á New York Times líka. Já, við Sunna fyrir bara heim að lesa Laxness. Sunna Sæmundsdóttir og Björn Ingi Hrafnsson, takk kærlega fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar bara rétt að byrja hér í þessum þætti okkar því að Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi, hún er hér handan við hornið og hún ætlar að ræða Kópavogsmódelið og það hvernig bærinn þar hefur breytt leikskólamálum að því virðist til hins betra að mati sumra en að mati annara til hins verra.
langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópa linnimálingu. Svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Komdu með í skíðafrí til Ítalíu. Brekkurnar bíða þín í ítölsku Ölpunum. Bókaðu þína ferð á úrvalútsýn.is. Jæja, þá erum við búin að fara yfir fréttir vikunar sem að hafa auðvitað verið af stærri gerðinni. Það nú reyndar orðin einhvern veginn venjan þessi misserinn að hver stórtíðindin rekja önnur. En hér á heimasíðinu ýmislegt til umræðu, það fer að styttast í sveitarstjórnarkosningarnar, það verða 16. maí næstkomandi og þar má gera ráð fyrir að leikskólamál verði í brennidepli. En eru leikskólamál víða í ólestri en einkanlega þó í Reykjavík þar sem fólk kemur börnum sínum ekki á leikskóla fyrir en bara rétt undir fermingaraldur virðist vera. En það verið að skoða leiðir til þess að reyna að bæta þetta kerfi á einum stað nærri Reykjavík. Var það gert í september 2023 þegar hið svokallaða Kópavogsmódel var innleitt. Það módel sem hins vegar mjög umdeilt og ég hef fengið hingað til mín Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóri í Kópavogi til þess að ræða nýja skýrslu eða rannsókn sem var birt núna í október módelið og reynsluna því. Einn harðasti gagnrýnandi módelsins Sonja Ýr Þorbergsdóttir sem formaður BSRB. Ég hef síðustu daga gert margítrekaðar tilraunir til þess að ná á Sonju og nú í morgun var ég við það að kalla út Landsbjörgu til að kanna hvað ég geti fundið þarna því að það finnst hvorki tangunni tettur af henni. Hún vill ekki ræða þetta mál ekki allavega hér á þessum vettvangi. En Ásdís sem hingað mætt, blessuð og sæl. Já, sæll og blessaður. Við vorum ekki lengi að finna því í Kópavoginum. Nei. Þú varst bara á bæjarskrifstofunum. Já, heldur betur. Þú ert búin að vera bæjarstjóri í þessu stóru mikla sveitafélagi núna þetta kjörtímabilið og þið ráðist í miklar kerfisbreytingar á leikskólamódelinu hjá ykkur. Það kallað Kópavogsmódelið. Áður en við förum ofan í þessi gögn eða þessar rannsóknir núna sem að að valda tölsverðum titringi, þá langar mig til þess að fá þig til að útskýra hvert var vandamálið, hvert var viðfangsefni sem þú stóðst fram yfir þegar þú tekur við bænum og hvað gerðu þið í því? Já, það staðreyndin var auðvitað svo að þegar við vorum í kosningabaráttu 2022 þá vorum við auðvitað að ræða við okkar íbúa og ég heyrði það mjög skýrt því ég ræddi við foreldra leikskólabarna að kerfið var svona ekki alveg að fungera sem skildi. Það var bara búið að eiga sér stað á undanförnum árum, jafnvel áratug, að það var bara molna undan kerfinu og það endurspeglaðist í því að við vorum bara búin að vera að glíma við viðvarandi manneklu og veikindi, álag, þannig að við vorum bara með fjöldamarga lokunadaga og þetta auðvitað bara umræðu sem við erum að sjá núna sem að gerast í Reykjavík. Þetta var líka í Kópavogi og þetta það sem ég heyrði því ég átti samtöl við íbúa í aðdraganda kosninga að þeim hugnaðist það ekki að þau voru annarkvort ekki einu svona fá leikskólavist fyrir sín börn sem voru jafnvel 16 mánuði eða eldri. Nú eða þá ef að börnin vorum í leikskólavist að þá þurftum við því miður að senda börn heim sökum veikinda eða manneklu. Hvað voru þetta heilu hálfu dagarnir þá sem fólk var að lenda í þessu, hvað var þetta viðtækt vandamál? Þetta var ansi viðtækt og ég meina það voru dæmi þess efnis að í einum leikskóla voru í 8 vikur samfellt bara á hverju miðvikudegi bara lokuð ein deild. Nú svo líka dæmi þess efnis að við vorum með deild sem hafði aldrei opnað. Í 6 ár höfðum við haft deildina lokað vegna þess að við náðum ekki að manna deildina. Þannig að við sem gegnum forystu í sveitafélaginu og þegar við tókum við að þá ákváðum við strax að eitthvað yrðum við að gera. Við urðum að bregðast við þessu og ráðast í einhverja breytingar þannig að við værum að styðja við þetta mikilvæga kerfi og þessa mikilvægu þjónustu sem sveitafélaginu að veita. Og þess vegna fórum við af stað í að bara, og ég átti samtöl við starfsfólk og skólastjórnendur, ég heimsótti alla leikskóla Kópavogs, bara til að skilja hver vandinn Og það var rosalega hollt og gott fyrir mig bara að mæta og eiga samtölu við fólkið á gólfinu og sláandi að heyra að þau lýstu öllu þessu sama. Að það viðvarandi álag, það eru veikindi, vistunatími eða dvalatími barna of langur og það alveg rétt, hann eitt svo lengst í Evrópu. Og þetta var auðvitað bara svona ákveðin vítahringur sem við vorum stödd í og við náðum ekki og það var ekki eftirsóknarvert að vinna á leikskólum, hvorki Kópavogi eða annars staðar. Þannig að við sáum það fljótt að
sú megin breyting sem við urðum að ráðast í var að draga úr vistunartíma barna að meðaltali, þar að segja þannig að við gætum skapað umhverfi þannig að starfsfólki líði vel og síðast en ekki síst þannig að börnunum líði betur í umhverfinu vegna þess að þetta var líka að skapa ákveðna svona í lokdags sérstaklega voru þessi úlfatímar þar sem að það var bara börnin voru búin að vera lengi á leikskóla og það var svona þetta álag og togstreita og það auðvitað er ekki holdt og gott fyrir neitt. Og hvað gerir þið ef það þarf að stytta þannig vistunartíma, það hefur nú verið talað með ekki 38 stundir hér á Íslandi sem að börnin eru að jafna þeim undir 30 stundum að meðaltali í Evrópu, þannig að það er gríðarlegur munur þar á milli. Hvert er viðbragðið? Hvað ákveðið það að gera og af hverju? Já, við förum í það að bjóða upp á að fyrstu 6 klukkustundunar eru gjaldfrjálsar og eftir það tók gjaldskráin breytingum þannig að gjaldskráin er sem sagt eftir því sem að þú ert kannski ef með vistunartími í 7 tíma þá kostar það ákveðin, svo fer hún stighækkandi upp. Og þessa breytingar leiddu til þess að við sáum strax að bara strax leið og við innleiddum þessa breytingar í september 2023 að þá breyttist vistunartími barna. Meðal vistunartími fyrir breytinga var svona rúmlega 8 klukkustundir. En við vorum að sjá það hins vegar að raun nýting á vistunartímanu var svona í kringum 7, rúmlega 7. Og leið við fórum í þessa breytingar að þá sáum við strax að skráður vistunartími fór strax niður í raun nýtingu. En hins vegar höfum við líka, og ég vil hins vegar taka það fram, að Kópavogsmódelið er ekki, þetta er auðvitað mannanna verk og það er ýmislegt hægt að gagnrýna. Og við erum búin að vera í ákveðinni vegferð og við höfum verið að svara ábendingum foreldra eins og til dæmis það var bent á það að það þyrfti að auka meiri sveigjanleika í kerfinu. Þannig að sem dæmi, ef ég nefni bara sveigjanleika, þá geta foreldrar skráð börnin sín í 8 klukkustundir í 4 daga en eru kannski með barnið ekki í leikskóla 1 dag í viku og þannig ert þú að ná upp þessa 6 klukkutíma þannig að þú greiðir ekki fyrir vistunartíma barnsins. Það var ákall þess efnis, sérstaklega frá vaktavinnu fólki. Nú, svo hafa jafnframt komið ábendingur að við þyrftum að hækka systkinaafsláttinn sem við vorum bara nýverið að gera. Þannig að við erum alltaf að betrumbæta kerfið okkar til að mæta auðvitað ábendingum og þörfum foreldra. Þetta er ekki klappað í stein bara frá fyrstu tíð? Alls ekki og við sögum það líka í upphafi. Við erum að bregðast við vandanum. Við ætlum að reyna að bara bregðast við og standa vörðum þetta mikilvæga kerfi þannig að við getum boðið foreldrum upp á þá þjónustu sem að þau sannarlega vilja treysta á. Og í dag þá erum við að sjá það að rúmlega helmingur foreldra hefur breytt vistunartíma barnsins eins og til dæmis 6 klukkustundir eða skemur, það eru 30% foreldra sem nýta sér það. Nú fyrir breytingar var þetta hlutfall í 2%. Við erum að sjá það að þau börn sem eru 8 klukkustundir eða lengur voru hér fyrir breytingar 85% barna. Í dag er þetta komin niður í 56%. Þannig að þessi breyting hefur sannarlega náð tilætluðum árangri sem var að draga úr vistunartíma barna, bæta starfsumhverfið þannig að við getum náð að efla faglega starfið, gæði starfsins, veitt betri þjónustu og síðast en ekki síst skiptir öllu máli að starfsfólki líði vel í því umhverfi sem við bjóðum upp á og auðvitað börnunum. Og það er það sem við erum að sjá. Hvernig gengur að manna þetta og á hvaða aldrei eru börnin að komast inn í Kópavogi? Já, við erum núna með alla leikskóla fullmannaða. Er lokaðadeildin opnuð? Þessi deild sem var lokuð í 6 ár náðu við að opna mánuði eftir þessar breytingar. Þannig að það hefur gengið mjög vel að manna leikskóla hjá Kópavogi og við erum búin að vera að sjá það. Starfsfólk meðal annars úr Reykjavík hefur verið að sækjast eftir því að vinna í leikskólum Kópavogs. Og fyrir breytingar voru við að bjóða börnum frá 16 mánuði alveg hátt upp í 20 eða 22 mánuða leikskólavist sem er svona svipað á það sem við erum að sjá í Reykjavík í dag. En á þessu skólaári erum við að bjóða 13 mánuða gömlum börnum leikskólavist. Þannig að fleiri börn eru að fá leikskólaplás, við erum með fullmannaða leikskóla. Gæði starfsins er allt annað og mun betra, starfsfólki líður betur og leikskólabörnunum okkar líður betur í þessu umhverfi. Og það er mikilvægt að hafa í huga líka að auðvitað er það þannig að það get ekki allir nýtt sér þessa breytingar og það eru ekki allir foreldrar sem gátu stytt vistunartíma barnsins. En það er himinn og haf að horfa til þess hvernig við erum að ljúka deginum. Það er mun rólara umhverfi, þau börn sem eru lengur og eru kannski 8 klukkustundir eða lengur, að þau eru að fá mun betri þjónustu.
á þessum tíma þarna í lokdags. Þannig að það má með sanni segja að álagið svona í upphafi lokdags allt annað og mun minna. Kópavogur að spara pening á þessu? Því að það ein röksemdin fyrir, menn vilja meina að þið hafið farið í þetta til þess að geta skorið niður en klætt það í búning að börnunum muni líða betur. Það bara síður en svo. Í fyrsta lagi þá hafa tekjur okkar eftir þessar breytingar lækkað. Eftir sem áður samt Kópavogsbær áfram að niðurgreiða leikskólagjöld 90% og það á bara við heilt yfir sveitarfélögin almennt. En það sem að gerast með þessum breytingum að við erum að nýta mannauðinn betur. Þetta hefur sannarlega dregið úr mönnun og þörf, en sjáðu, í gamla kerfinu okkar voru við slíkar aðstæður við náðum ekki eins og manna. Þannig að við erum núna að ná að manna okkar deildir, við erum að ná að manna okkar leikskóla, mönnun og þörfin hefur dregið saman vegna þess að vistunartíminn hefur lækkað. Þannig að það ákveðin hagræðing fólgin í því. En það breytir ekki því að með þessum tillögum, og það var alveg fyrir og alveg skýrt í þeim gögnum sem að við birtum og þegar við boðum þessar breytingar, að ef að þessar breytingar myndu leiða til þess að við værum kannski að sjá einhver hagræðingu í rekstri, að þá myndi það fjármagn renna aftur inn í leikskólana. Og það höfum við gert. Við höfum séð það vegna minni mönnun og þarfar að þá auki fjármagn sem verður eftir, en það hefur allt runnið aftur inn í leikskólana til að styðja enn frekar við starfsumhverfið og bara umhverfið leikskólana. Ef ég skoða rekstrarreikning Kópavogs og myndi skoða kostnaðarliðina tengdum leikskólum núna versus 22-23, hefur ekki alveg lækkun í því? Nei, þetta bara allt fjármagn sem að má í raun segja sparaðist við það að draga úr mönnun og þörf hefur runnið að öllu leyti aftur inn í leikskólana. En það svo mikilvægt líka að hafa í huga að varðandi leikskólana að það til dæmis kom mér óvart þegar ég tók við sem bæjarstjóri að leikskólaþjónusta ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga. En þetta svo sannarlega mikilvæg þjónusta sem við erum að veita og ég lít sem svo á að leikskólaþjónusta grunnþjónusta sveitarfélaga. Þetta gríðarlega mikilvæg þjónusta sem við erum að veita til okkar barna fjölskyldna. Og það gleymist í þessari umræðu að langsamlega stærsti styrkur sem barna fjölskyldur fá í gegnum leikskólagjöldin. Vegna þess að kostnaðarþátttöku foreldra versus sveitarfélaga og bara hjá Kópavogsbæ að þá erum við að styrkja barnafjölskyldur 7 milljarða á hverju einasta ári vegna þess að 90% af ekstra kostnaði leikskóla greiddur af Kópavogsbæ og þetta gildir auðvitað saman öll önnur sveitarfélög. 700 milljónir þá í leikskólagjöld af hálfu foreldra? Já, á landinu öllu að þá erum við að sjá það að þetta svona í kringum 64 milljarðar sem að þessi styrkur sem að sveitarfélögin að veita til barnafjölskyldna. Gagnrýnin, ég nefndi Sonju Ír sem ég þannig vilja hafa hérna með okkur að ræða þetta. Hún skrifaði grein 2024, hún hefur blandað sig í umræðu núna og hún hefur mjög stór orð uppi. Hún vill meina að þetta sé hluta niðurskurðarstefnu, sérstaklega sjálfstæðismanna, þar sem að þeir eru við völd í sveitarfélögum og að þetta kerfi sé ekki að koma vel út fyrir stóra hópa samfélagsins og lausnin hefði verið að veita einfallega meira fjármagni inn í kerfið. Hefur hún ekki eitthvað til síns máls? Ég get ekki tekið undir þetta vegna þess að við höfum verið að setja aukið fjármagn inn í kerfið á hverju einasta ári. Kostnaðarþátttaka foreldra hefur farið lækkandi á undanförnum árum og að raunvirði hafa leikskólagjöld verið að lækka. En á sama tíma erum við að sjá það að gæði þjónustunar hefur orðið lakari og lakari. Og mér finnst miður að BSRB stíði svona fram og í raun má segja að BSRB hefur frá upphafi ekki verið hlynnt þessum breytingum. Án þess þó kannski að kynna sér á hverju við erum að fara í þessar breytingar. Við erum auðvitað fyrst og fremst að fara í þessar breytingar til að styðja við umhverfið sem starfsfólk meðal annars félagsmenn BSRB að búa við. Við erum að fara í þessar breytingar þannig að við getum staðið vörð þetta mikilvægi kerfi. Það bara staðreynd að það var að molna undan þessu kerfi og hafði verið að molna undan kerfinu á undanförnum árum. Samfara því sem við vorum að setja aukið fjármagn inn í kerfið. Þannig að við sáum hvað áskorunum við vorum að glíma við og við sáum það að ef við ætluðum að tryggja það að við getum verið með fullmannaða leikskóla,
Ef við ætlum að tryggja það að foreldrar í Kópavogi geta treyst því að fá þessa þjónustu, að við þurfum ekki að senda börn heim sökum manneklu eða veikinda og líka getum sagt við foreldra, kannski 12 eða 16 mánaða gamla börn að hafið þið ekki áhyggjur, við munum veita ykkur leikskólapláss, þá urðum við að fara í þessar breytingar. Við urðum að draga úr vistunartíma, við urðum að draga úr álaginu, þannig að við gætum boðið upp á þá þjónustu sem við sannarlega viljum bjóða upp á. En hefði ekki verið hægt að draga úr álaginu og þessum vanda bara með því að dæla meiri peningum inn, bara ráða fleira fólk á hærri launum? Hefði það ekki leyst vandann og dreift álaginu á skólan og annað í þeim dúr? Já, við náðum ekki að ráða inn fólk. Það er búið að vera að hækka laun þessara starfsstétta á undanförnum árum. Það hefur verið áherslan, en það hafa ekki orðið neinar breytingar. Og ég átti samtöl við starfsfólk á leikskólanum og þau voru að lýsa vandanum öllum. Þessar áskorunir sem við vorum að glíma við, það er langur vistunartími barna og þetta viðvarandi álag. Með því, það er ekki endalaust, ekki alltaf sú lausn að dæla auknu fjármagni inn í kerfið. Kerfið var ekki að fungera sem skildi. Við urðum að ráðast á rót vandans sem var kerfið sjálft. Og það er þess vegna sem ég fagna því þegar við erum að sjá þennan árangur. Við erum að sjá að við erum að ná tilætluðum árangri að önnur sveitafélög er að fylgja í kjölfarið. Og nú síðast var Reykjavík að boða breytingar og hver eru markmiðin? Já, þau eru nákvæmlega þau sömu á Kópavogsmódelið. Það er að draga úr vistunartíma barna, tryggja það að bæta starfsumhverfið, draga úr álagi. Þannig að fólk vilji vinna. Lýst þér vel á þessar breytingar eins og Reykjavíkurborg útfærir þetta? Sko ég sé að markmiðið er það sama og hjá okkur og ég velti fyrir mér okkur að finna upp hjólið. Nú erum við með Kópavogsmódelið, við erum að sýna árangur, við erum að ná okkar markmiðum og ég skil ekki alveg okkur Reykjavík bara ákvaði ekki að innleiða Kópavogsmódelið. Í stað þess fara þau svona svipaða leið en ég get ekki hins vegar betur séð en að Reykjavík, ef við horfum bara svona 8 klukkustundir sem var svona meðal dvalartíma áður en við fórum í þessar breytingar, að Reykjavík er að hækka gjaldskrár meira á bæði einstæða foreldra og sambúðafólk heldur en við erum að gera í Kópavogsmódelinu. Þannig að þá spyr ég mig af hverju er Reykjavík að fara þessa leið þegar þau geta þetta hort til Kópavogsmódelsins og innleitt bara þær breytingar vegna þess að við erum að ná þeim árangri sem þau eru að vænta þess að þau muni fá með Reykjavíkur leiðinni. En vantar ekki bara peninga, er það ekki málið? Það má vel vera, ég ætla nú ekki að svara fyrir Reykjavík en ég held að hefði nú bara verið auðveldast að innleiða Kópavogsmódelið. Önnur gagnrýni sem að kemur frá BSRB, formannunum og öðrum, það lítur að því að þetta nýtist ekki fólki sem er í veikri stöðu, bara fólk sem þarf að vinna dagana langa, getur ekki komið og sótt börnin eftir skemmri vistunartíma en 8 tíma. Það er röksemd sem að maður skilur. Algjörlega og það er auðvitað bara með öll kerfi og alla þjónustu sem við veitum, þetta er ekki fullkomið fyrir alla. Og ég er ekki að segja það að Kópavogsmódelið sé fullkomið og það er vel hægt að gagnrýna ýmislegt og það eru ekki allir foreldrar sem geta nýtt sér 6 klukkustundinar eða nýtt sér þann sveigjanleika sem kerfið. En er það ekki fólkið sem þau eru að vísa í það að það sé einmitt fólkið sem að sé í veikustu stöðunni, kannski það fólk sem að þyrftum helst að milli undir fremur heldur en fólkið sem að hefur sveigjanleikan og getur leyft sér að sækja börn klukkan 3 eða hvað það er? Já, það er reyndar, ég tek ekki undir þá gagnrýni vegna þess að við höfum verið reglulega að gera kannanir hjá Kópavogsbæ og þar eru ekki 20 manns að svara heldur 1000 til 1500 foreldrar sem svara þeirri könnun og það hefur alltaf verið alveg skýr niðurstaða í þessum könnun sem við höfum gert að það er einmitt tekið lægstu hópurinn sem er einna ánægðustu með þessar breytingar og þetta er sá hópur sem einna helst nýti sér 6 klukkustunda vistunartíma eða skemur. Þannig að það er ekki rétt sem haldið hefur verið fram að þessar breytingar er að koma einna verst niður á tekið lægsta hópnum og svo erum við líka að sjá að innflytjendur og aðrir eru frekar að nýta sér þessar 6 klukkustundir heldur en til dæmis hinn hópurinn. Þannig að ég er ekki alveg að skilja hvaðan þau fá það að þetta sé að hafa áhrif á viðkvæmasta hópinn vegna þess að það erum við ekki að sjá í okkar könnunum sem og líka rannsókn sem var gerða á vegum Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri að hún er jafnframt styðu við það sem við erum að sjá í okkar könnunum. Annað dæmi lítur að jafnrétti kynjanna, að þriðja vaktin sem að þegar þú styttir dvalartíma þá ert að lengja þriðju vaktina, þar að segja heimilisvaktina, hún leggst þyngra almennt á konur heldur en kalla, það er viðurkennt. Þegar þið farið þessa leið þá eru þið aftur að færa þungan á þann hóp umfram hinn, þar að segja kallana.
Já, og það aftur, þarna hafa ýmsar fyrirsagnir komið fram, eins og til dæmis ég hef verið sökuð það að stuðla að einu mesta bakslagi í jafnréttissögu Íslendinga. Já. Og að Kópavogsmódelið væri að fara... Það er sérstakt afrek. Já, og Kópavogsmódelið væri að fara að stuðla að því að atvinnuþátttaka kvenna myndi draga saman. Það er ekki að gerast. Og við höfum gert svona óformlega könnun þess efnis hverjir að sækja og skutla og við erum að sjá það að það er svona 50% tilfella sem að mæður eru að sækja börnin sín eða skutla. Þannig að ef það væri þetta gríðarlega bakslag þá myndi nú ætla að hlutfalli væri hærra og svo jafnframt eigum við þetta samtöl við okkar fólk og það er alls ekki upplifun starfsmanna eða stjórnenda að það halli frekar á kvenfólki heldur en á karlmönnum eða svo hafa líka ömmur og afar og systkini verið að sækja. Þannig að við erum ekki að sjá merki þess efnis. Og ég er ekki heldur að sjá því að atvinnuþátttöku kvenna. Nei, hún nú sem betur verið einna hæst í öllum heiminu hér á landi. Já, og við getum svo sannarlega verið stolt af því jafnrétti sem við búum við á Íslandi. Mér langar aðeins vegna þess að ástæða þess að þessi umræða skýtur upp kollinum núna og með þeim svona alvarlega undirtón sem við sjáum tengist þessari skýrslu sem að varða, sem er rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins gerir. Það er kynjafræðingurinn Sunna Símonardóttir, doktor Sunna Símonardóttir sem skrifar þessa skýrslu. Ég las hana, mér til mikillar ánægju og yndisauka og bara þegar maður fer hér yfir niðurstöðuna þá get ég ekki betur séð, ef ég myndi bara að lesa þessa skýrslu þá væri ég í sjokki því að samkvæmt þessu er Kópavogs módelið óréttlátt, það veldur aukinni togstreitu og ég veit ekki hvað. Það er engin jákvæður punktur sem að kemur út þessar rannsókn. Nei, og það kom mér rosalega óvart þegar ég las þessa rannsókn sem 20 einstaklingar taka þátt í, að þessar niðurstöður eru algjörlega á skjön við það sem við sáum í okkar foreldrakönnunum eða þeirri rannsókn sem hefur verið birt af lektorum bæði í Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Við erum að sjá það í okkar könnunum að ánægja foreldra er að aukast. Það er ekki yfirgnæfandi ánægja með kerfið, ég skil það vel, en það er þetta eins og við ræddum á hann, það er ekki allir sem geta nýtt sér 6 klukkustundinar og sumir að greiða hærri leikskólagjöld. En það breytir þó ekki því að foreldrar að finna það að stöðuleikin er meiri, gæði starfsins hefur batnað til muna, þau geta treyst á þessa þjónustu, það ríkir ákveðin fyrirsjánleiki í þjónustunni og þess vegna, þegar það komið svona reynsla á þetta, erum við að sjá það að ánægja foreldra að aukast. Þessi rannsókn, hún er með svokallaðri eiginlegri rannsóknaraðferð. Það eru 20 viðmælendur, 15 konur og 5 kallar, ekki alveg beint jafnvægi í því reyndar. Hvað segir þá þetta? Þú ert búin að kynna þér niðurstöðu skýrslunar. Er þetta bara þá einhver tóm þvæla? Það sem kom mér kannski mest og óvart þegar ég las þessar niðurstöður var hvernig þessar niðurstöður eru á skjön við það sem við erum að upplifa og það sem við erum að sjá í okkar könnunum og það sem við erum líka séð í öðrum rannsóknum. Og bara það að halda því fram að að Kópavogsmódelið sé að bitna einna verst á svona einmitt eins og við ræddum á hann tekjulægstu hópnum, það er ekki rétt. Við erum að sjá því okkar könnunum að það ríkir ein mest ánægjan meðal tekjulægstu hópana. Við erum líka ekki að sjá að það halli meira á kvenmönnum eða að mæður séu frekar að sækja heldur en pappanir. Það eru ekki vísbendingar þess efnis. Já, algjörlega, en hér þetta er byggt á samtali við þessa einstaklinga, en það auðvitað líka mikilvægt bara að við eigum samtöl inn í leikskólana, að við séum að mæla þetta reglulega og við erum að gera það. Við erum að framkvæma kannanir til þess einmitt að mæla það hvort að sé ánægja með módelið. Við erum auðvitað fórum í þessa breytingar fyrst og fremst til að styðja betur við barnafjölskyldur í Kópavogi. Við viljum veita góða þjónustu, við viljum veita faglega þjónustu. En við viljum líka börnunum líði vel í því umhverfi sem við búum við inn í leikskólanum. Og þess vegna fórum við í þessar breytingar. Þannig að það sem að kemur mér á óvart með rannsóknina er hvernig niðurstaðin algjörlega á skjön við það sem við erum að sjá í okkar könnunum sem og líka þær rannsóknir sem hafa verið birtar. Varða rannsóknarstofnunin er rekin af BSRB og Alþýðusambandinu, er þetta ekki hlutlaus rannsókn? Ég velti því fyrir mér, ég birti grein þess efnis sem bar heitið Kaldar kveðjur til félagsmanna BSRB, hvort að þessi rannsókn sé gerð í einhverjum pólitískum tilgangi.
Mér finnst undarlegt að taka viðtöl við 20 manns og alhæfa fyrir allan foreldrahópinn. Við erum stórt sveitafélag og það auðvitað mikilvægt að við náum til stærri hóps þegar við erum að fara í rannsókn eins og þessa. Og síðast en ekki síst finnst mér þær fullyrðingar sem koma fram, eins og það að við höfum farið í breytingar á leikskólamódelinu okkar af því að þetta var gert í sparnaðarskyni eða vegna þess að þetta átti að vera einhvers konar niðurskurður, að þessi þjónustuskerðing. Kópavogsmódel ekki þjónustuskerðing. Við erum að efla þjónustuna. En það fyrirsögnin á þessari rannsókn reynda sótt í ummæli foreldris. Ég held að þetta hafa allt byrjað sem leið til sparnaðar og svo fegrað með hvað best fyrir börnin. Já, en aftur þá vil ég ítreka það að í breytingunum sem við boðum í september 2023 var alveg skýrt frá upphafi að ef það yrði einhver hagræðing fólgin í því að draga mönnunarþörf, þá myndi fjármagnið renna aftur inn í leikskólana og það hefur verið gert. Ásdís Kristjánsdóttir, þakka kærlega fyrir komuna. Vonandi gengur vel að veita þjónustu þessum mikilvægasta hópi í Íslands samfélags á hverjum tíma. Takk fyrir. Við erum ekki alveg hægt hins vegar hér á vettvangi spursmála. Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður, hann kemur hér eftir örskoðstund og ætlar að ræða við mig fyrirtæki Vélfag sem hefur lent í miklum hremmingum í kjölfar þess að Rússar réðust inn í Úkraínu. Þetta fyrirtæki sem við kannski heyrðum ekki oft hér áður en hefur haft gríðarleg áhrif á það hvernig við vinnum gullið úr hafinu okkar, fiskinn sjálfan. Fylgist þið með. Með Garmin fylgist þú með hverju skrefi og árangri. Það eru allir vegir færir. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Hvað á að vera í matinn hausverkur margra. Hvað með fjölskyldutilboð Subway? Subway. Ferskleiki okkar bragð. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við lukum þessu ágæta samtali við bæjarstjóran í Kópavogi leikskólamál. Við vendum hvað okkur í kross og förum reyndar þvert yfir landið, alla leið norður á Akureyri. Við hér á vettvangi Morgunblaðsins höfum að undanförnu flutt ótrúlega fréttir af fyrirtæki sem heitir Vélfag og einn af þeim sem hafa tekið til varna fyrir það fyrirtæki í eins konar nauðvörn Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og ég fengi hann hingað til mín til að ræða hreint ótrúlega stöðu sem komin upp varðandi þetta fyrirtæki. Blessaður og sæll. Já, sælir. Fyrirtæki Vélfag, þetta kannski ekki fyrirtæki sem hefur verið á allra vörum en hefur skipt miklu sköpum fyrir íslenskan iðnað og íslenskan sjávarútveg. Já, þetta skiptir máli fyrir íslenskan iðnað. Þetta eins og við getum sagt háþróað iðnfyrirtæki, það er að framleiða vélar fyrir fiskvinnslu og sjávarútveginn sem að miða allar að því að ná sem mestri nýtingu út úr hverjum fiski sem að veiddur eru sjó og fer í gegnum tæki þessa vélar frá þessu fyrirtæki og það hefur staðist mjög vel í samkeppni við aðra stóra aðila. Það framleiðir alveg frábærar vörur og en eins og oft með íslensk fyrirtæki sem að eru ýtt úr vör af hálfu manna sem hafa hugmyndir það hvernig hlutirnir mega vera, þá kannski erfitt að fá fjármagn, sérstaklega þeir eru í samkeppni við stóra aðila á markanum og þegar að heimurinn var í meiri friðsemd heldur en í dag að þá voru viðskipti allan heim. Þetta ekki bara fyrirtæki sem selur inn á íslenska marka, þetta alþjóðlegt fyrirtæki. Það búið að selja fiskvinnsluvélar, seldi mikið af fiskvinnsluvélum í stóran flota sem að rússneskir athafnamenn áttu. Þetta selur til sjávarútvegsfyrirtæki í Alaska, í Suður Ameríku og bara heim allan. Þannig að þetta er gott fyrirtæki og á einhverjum tímapunkti að þá þegar að Rússar höfðu heimildi til þess að fjárfesta í Evrópu og voru að kaupa líka tæki af Vélfagi, þá byrja þeir á því að það útgerðarfélag sem núna í banni, JS Norrebro Holding, það
kemur að félaginu, það kaupir þarna og lánar peninga sem endar síðan með því að þeir ákveða við hækkun hlutafjár að breyta lánum í hlutafé, kaupa út hluta af hlutum frumherjana eða stofnendana, þannig að þeir hafi eitthvað fyrir sinn snúð sem þeir eru búin að gera og leggja félaginu til nýtt hlutafé og þetta bara talið vera mjög gott þegar þetta gerist á árinu 2021, þá þetta talið mjög gott fyrir íslenskt athafnalíf sem að koma út úr COVID-kreppunni og öllu því vesinni. Og nú síðan gerast ýmsir atburðir í heiminum, Rússar ráðast inn í Úkraínu og það verður alltaf verra og verra ástand og það Evrópusambandið fer að herða að ýmsum rússneskum fyrirtækjum sem í viðskiptum við ríki Evrópusambandsins, eru með fjárfestingar þar. Þá bregðast rússneskir athafnamenn við með ýmsum hætti. Þeir fara að skipta félögum sínum upp, þannig að það sé tryggt að sú starfsemi sem utan Rússlands, að hún sé þá í höndunum á einhverjum öðrum heldur en þeim sem voru kannski frumkvöðlarnir og aðalmennirnir áður. Og það gerist meðal annars með fjárfestin og í vélfægi að hann ákveður að halda meginstarfseminni sem togaraflotinn sem að fiska í Barentshafi og landa í norskum höfnum. Hann ákveður að halda því undir sínum hatti en láta son sinn sem norskur ríkisborgari, fæddur í Noregi, hafa Evrópustarfsemina, starfsemi í Asíu og Afríku og þetta allt gert fyrir opnum tjöldum á árunum 2022 og 2023 og engin yfirvöld í Bretlandi eða Hong Kong eða nokkurs staðar hafa gert athugasemdir við þetta. Þetta kom nú með þess að rættum viðskipti þessara aðila 2023 held ég í Mogganum og fjölmiðlum vegna þess að eitt af þessum fyrirtækjum var með bankareikningi í Landsbankanum og tóku greiðslum frá viðskiptavinum í Evrópu gegnum Landsbankan. Þannig að svo gerist það bara allt í einu í sumar að Arion banki fristir bankareikninga Velfags vegna grunsum að JSC Norrebo Holding, rússneska fyrirtæki sem í banni á bannlista Evrópusambandsins, sé ennþá hluthafi í Velfagi og það til að tilkynnt til utanríkisráðuneytisins staðfestir þessa þvingun á hendur félaginu og hefur síðan heimilað með ákveðnum skilyrðum að félagið geti haldið áfram starfsemi. Það þröng skilyrði og félagið hefur takmörku bankaviðskipti og félagið getur ekki tekið inn nýtt lánsfé nema með samþykki utanríkisráðuneytisins og nýjir stjórnarmenn geti ekki komið inn nema með samþykki ráðuneytisins, það allt svona þröngt. Þannig að staðan þessi að Velfag sem mjög gott lítið innfyrirtæki á heimsvísu, stórt á Akureyri og skiptir máli fyrir íslenskt efnahagslíf. Það til dæmis félagið núna að vinna og efna 330 milljón króna samning við fyrirtæki í Suður Kóreu sem komst á 15. september og ráðuneytið var að samþykka og þá að afhenda þessa vöru og á næstu svona 12 til 18 mánuðum. Og það eru aðilar að koma frá Alaska til að skoða tækin og tólin og vilja kaupa og íslensk sjávarútvegsfyrirtæki vilja halda áfram að fá þessar vélar. Þau þurfa líka að fá varahluti og þjónustu. Og þetta fyrirtæki sem sé sett í eignir þessu eru fristar, bankainnistæður eru fristar, utanríkisráðherra staðfestir þetta og þetta allt gert 8. júlí. Og það allt byggt á ákvörðun sem Evrópusambandi tók gegn rússnesku fyrirtæki sem einu sinni átti í þessu fyrirtæki. Það engin deila það einu sinni átti þetta rússneska fyrirtæki og mátti eiga þessu fyrirtæki. Það var engin sem gerði athugasemdir í það. Hvað þetta stór hlutur?
Í dag hann 81,90%, það að segja að þeir uppalega keiftu þeir bara 46%, 54%, eignast 54% og síðan juku þeir keiftu meira af stofnendunum, þannig að þeir eiga í dag 9,10% hvor og og félagið á sem sé 81,80%. En það þetta norska félagið? Nei, það sko félagi sem að eigandi, heitir Titania Trading. Það stofnað í Hong Kong árið 2022 af Ivan Orlov sem sonur mann sem heitir Nikita Orlov sem að stendur fyrir sjávarútvegsfyrirtæki í Rússlandi sem heitir JSC Norrebu Holding. Þá röksemd ráðuneytisins og Arion banka eftir atvikum það að hann sé einhvers konar leppur fyrir þennan Rússa? Já, sko, það bara alltaf verið sagt að það væri grunur það. Og það ekki tekið mark á því að það sem þessi rússnesku feðgar gerðu til þess að bregðast við óttanum það að Vítili Orlov og fyrirtæki hans sett á bannlista, þá gera þeir eins og margir af þessum ólígarkum í Rússlandi, þeir skipta starfseminni, það að segja, þú tekur bara þessa starfsemi hérna og það sko eins og rússnesk, það Nikita Orlov sem norskur ríkisborgari sem tekur við Evrópustarfsemi, Asíustarfsemi og fleiri starfsemi sem að heyrði áður undir pappans og þetta allt rakið, þetta allt skráð í fyrirtækaskrá í Englandi, í London, þetta allt skráð, þetta allt, það til gögnum þetta allt og það búið að fjalla mikið svona uppskipti milli í fjölskyldum ólígarkana og alltaf verið bara sagt að þeir mega að gera þetta og ef að við ætlum að hafa áhrif á þá verður að setja þá sérstaklega í bann og hvorki Vítali, þessi rússneski sem átti þetta allt uppalega, hann ekki í viðskiptabanni. Nikita sonur hans, norski ríkisborgarinn, hann ekki í viðskiptabanni. Það bara eitt félag sem rússneskt í Múrmansk sem í viðskiptabanni. Já. En hvað ráðuneytinu stætt á að gera þetta? Getur Þorgerður Katrín undirrita svona tilkynning og halda þessu til streitu eða svona það geti jafnvel bakað á Íslenska ríkinu bara skaðabótaábyrgð? Nei, það auðvitað ekki og þetta mjög merkilegt að sko þetta stjórnvaldsákvörðun sem tekin og það hvílir á stjórnvöldum rannsóknarskylda og þau að rannsaka mál til hlítar, þau geta ekki varpað sönnunarbyrði yfir á þá sem að sækja leyfi. Það segja, Titanic Trading í dag í eigu mann sem fæddur í Liechtenstein, með ríkisfang í Liechtenstein, líka með svissneskan ríkisborgrétt, þannig að hann sko með ríkisborg EFTA-ríkis og hann með ríkisborgarrétt EES-ríkis. Hann ætti að hafa heimild til þess að taka þátt í íslensku viðskiptalífi þó svo að hann hafi keypt starfsemina af norskum ríkisborgara sem sonur rússnesks ríkisborgara og norski ríkisborgarinn ekki á neinum lista og enginn af hans fyrirtækjum á neinum lista Evrópusambandsins. Það bara pabbinn sem rekur mikla útgerð í Múrmansk og fiskvinnslu og fleira og hann auðvitað sagður hallur undir Pútín. En það bara dugar ekki til. Sá maður ekki einu sinni á þvingunarlista Evrópusambandsins. Þannig að ég held því bara fram að þegar að utanríkisráðherrann íslenski staðfestir þetta að það megi frista eignir og setja þetta fyrirtæki sem heitir Vélfag, beita það þvingunaraðgerðum, þá séum svona það sem heitir kannski á máli utanríkisráðherra táknræna aðgerð að ræða. Því að menn alltaf, Ísland auðvitað svo lítið, það skiptir svo litlu máli hvað við gerum á heimsvísu þegar kemur að fristingu eigna. Við getum bara sagt, við erum búin að gera hérna, við erum búin að frista eignir eins fyrirtækis. Þetta svona svipað þegar Íslendingar fengu skammitar fyrir það að ákæra aldrei fyrir peningaþvætti.
Það endaði með því að ríkissaksóknari eða héraðssaksóknari, hann ákærði í öllum málum sem vörðuðu einhvers konar peningamál fyrir peningaþvætti. Það er til að Hæstiréttur sagði við og heyrðu, hættið þið nú sko. Það er komið nóg að þessu vegna þess að það verður auðvitað að vera sýnt fram á einhvern peningaþvætti. Við gátum ekki sýnt fram á, við hefðum neitt fyrirtæki sem við getum sett í raunverulegar viðskiptaþvinganir á, nema að það væri möguleiki að skerða starfsemi Velfags á Akureyri sem að þjónusta íslenskan sjávarútveg, sem að þjónusta sjávarútveg í Alaska, í Evrópu og vegna þess að einhvern tímann árið 2021 keypti fyrirtæki í eigu Rússa þegar hann mátti það, hluti í þessu félagi, hann á það ekki lengur, sonur hann sem egnaðist á í uppskipti milli þeirra feðga, hann á það ekki lengur, það er aðili fæddur og uppalinn í Liechtenstein með ríkisborgréttur í 2 löndum sem á þetta fyrirtæki á hlutina í Velfagi í gegnum félagi í Hong Kong sem hann er búin að leggja alla samninga fyrir. En ertu að halda þig fram að það sé bara verið að fórna þessu fyrirtæki bara fyrir málstæðin einhvern veginn? Já, það er verið að fórna þessu fyrir málstæðin til þess að geta merkt við að Ísland styður Evrópusambandið og aðgerðir þess til að stöðva fjárflæði til Rússlands sem nú ekki meiri stöðvun en svo að ríki Evrópusambandsins keyptu eldsneyti af Rússlandi fyrir 22 milljónir evra árið 2024. Og það er auðvitað þannig að hellingur af evrópskum fyrirtækjum er í viðskiptum við Rússland. Það er ekki tótal bann á Rússland. Það er bara verið að reyna að þrengja að þeim. Og þá halda menn að Ísland geti lagt lóð á vogarskálarnar með því að drepa atvinnustarfsemi á Akureyri. Er þetta fyrirtækjastefni þrot út af þessu? Sko, það kannski er erfitt að segja hvort það er að stefni í þrot, vegna þess að það er eftirspurn eftir tækjum og tólum. En það er auðvitað þarf að hafa einhverja stjórn, svona sem og það þarf að hafa frelsi til athafna, það er að segja, núna þarf að leggja hvern einasta samning sem að félagi gerir fyrir ráðuneyti til þess að samþykja og það er náttúrulega ekki gott í viðskiptum ef að þú hætti alltaf eftir að selja til dæmis brim eina vél fyrir kannski 12 milljónir og þú eru að fara upp í ráðuneyti og spyrja, heyrðu, megum við selja brimið þessa vél? Er þetta staðgreiðana? Eða megum við selja fyrirtæki í Suður Kóreu vélar fyrir 330 milljónir og þeir eiga að borga sko 50% af kaupverðinu að hálfu mánuði eftir að samningurinn er gerður. Hvað eru þetta mörg störf sem þannig eru undir? Sko, það er náttúrulega búið að segja nánast upp söludeildinni, held að hún sé bara nánast öll farin vegna þess að þú getur ekki verið með menn á ferðalagi heiminn til þess að selja tæki og tól þegar þú veist í hvort þú getur framleitt þau. Það eru aðalega eftir tæknimennirnir og samsetningamennirnir og þeir sem eru svona við að framleiða, en það er alltaf verið að draga úr framleiðslunni vegna þess að þú getur ekki réttlætt það að vera með fólk á launaskrá ókomna tíma þegar þú veist ekki sko hvort að þú færð að selja vél í næsta mánuði eða næstu viku. Þannig að það er verið að murka líftórun úr fyrirtækinu? Já, það er svona hægt og rólega verið að gera það. Hvað er til ráða fyrir ykkur? Er þetta bara einhver endarstöð? Hafið þið engin réttarúrræði til þess að láta nekkja þessu? Jú, við erum þetta sko með eitt mál í gangi sem er í flýtimeðferð fyrir héraðsdómi. Það varðar reyndar sko rétt eigandans hins mannsins frá Liechtenstein og Sviss sem eru með tvöfalda ríkisborgararéttin að segja hann má ekki eins og sitja í stjórn félagsins. Það er búið að hafna því. Þannig að það mál er í flýtimeðferð fyrir héraðsdómi. Síðan erum við að undirbúa annað mál sem að við reiknum með að fá líka flýtimeðferð fyrir. En óskastaða okkar er auðvitað svo að við fáum að tala við einhverja í utanríkisráðuneytinu og þá líka á sama fundi þá menn frá Arion banka til þess að gera þeim grein fyrir því að grunur Arion banka að einhver rússnesk yfirráð í þessu félagi, hann er ekki á rökum reistur. Fáið ekki slíkan fund? Við fáum ekki fund og það er bara... Þið beðið fund með ráðherra? Við höfum beðið fundi með utanríkisráðuneytinu, beðið fundi með ráðherra og við höfum verið í sambandi við ráðuneytisstjóri í utanríkisráðuneytinu og svarið er alltaf þetta: nei, þetta lýtur stjórnsýslulögum
og það fer allt fram skriflega og við sendum inn erindin eru móttekin og svo kemur svar eftir dúk og disk og þau eru alltaf á sama veg að því það hefur aldrei komið nógu mikið að gögnum til þess að samfæra ráðuneytið það sé að vélfag sé ekki undir rússneskum yfirráðum. Samt erum við búin að leggja fram öll gögn sem við höfum getað fundið það sem gerðist innan þessa stóra rússneska fyrirtækis, uppskipti þess, sölu á hluta þess fyrirtækis til mann sem býr í Sviss og með tvöfalt ríkisfang og má eiga og fjárfesta á Íslandi. Ekkert að þessu tali nógu gott. Og þannig að við vitum eiginlega ekki hvað þú getur borið á borð. Hvaða sannanir hafa þeir fyrir því að þetta sé undir rússneskum yfirráðum? Þeir vísa bara alltaf til þess að rússar hafi fjárfest í þessu 2021 og það er ekkert vandamál, það var gert. Það kom hérna inn hellingur af peningum inn í íslenska hagkerfið vegna þess að rússneska fyrirtæki fjárfesti þarna. Þannig að þessi svissneski maður, hann má ekki einu sinni setjast í stjórn fyrirtækis? Nei. Hvað segja svissnesk stjórnvöld við svona meðferð á sínum ríkisborgurum? Ég reikna með að bæði svissnesk og stjórnvöld og líka stjórnvöld í Liechtenstein sem eru aðilar með Íslandi og Noregi að samningnum með Evrópska efnahagssvæðið sé ekki sérstaklega ánægð með þetta. Hann hefur auðvitað rætt það við stjórnvöld í sínum heimalöndum að það sé ekki verið að meðhöndla hann með þeim hætti sem hann á rétt til samkvæmt samningum. En það er svo sem ekkert komið út úr því og hann er auðvitað að vinna í sínum málum persónulega gagnvart íslensku stjórnvöldi. Ég er að gæta hagsmuna Velfags sem iðnfyrirtækis á Akureyri sem hefur bara þá hagsmuni að selja, framleiða og selja. Búið til verðmæti? Búið til verðmæti fyrir íslenskt þjóðfélag. Atvinnusköpunar haustið mikla? Já. Hvað önnur úrræði hafið þið lögformlega? Þú ert öllum krókum og kemur kunnugur í þeim efnum. Við höfum bara núna, þegar að blasa við, höfum bara þá leiðirnar að fá að reka flýti meðferðarmál sem taka þá kannski eins og máli sem er í gangi að hálfu Ívans gegn íslenska ríkinu sem maður frá Liechtenstein og það kannski truflar íslensk stjórnvöld, hann heitir Ívan Nikolai, þess vegna spurði hann hvort hann gæti framlýsa fæðingavottorðu sínu í Liechtenstein og hann gæti auðvitað framvísa því en menn heldur að þetta væri bara einhver rússi í dullargerfi en hérna ber nú ættarnafni Kaufmann? Já, ber ættarnafni Kaufmann og hérna Ætti það ekki að vera nóg? Jú, og hérna er nú ágætlega þekktur innan júdó heimsins, hann hefur keppt í júdó fyrir Liechtenstein og smáþjóðarleikum og þekkir hér ýmsa júdómenn á Íslandi, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara einhver rússi, þetta er bara fyrrverandi bankamaður og businessmaður í Sviss sem hefur verið að byggja upp sín fyrirtæki. Og hvað tekur þetta langa tíma, segirðu? Já, það er gert ráð fyrir að verið aðalmeðferð held ég 7. nóvember núna í máli Ívans gegn Íslenska ríkinu og hérna núna erum við að klára stefnu fyrir Velfag gegn Íslenska ríkinu til þess að fá þessum þvingunaraðgerðum hrundið og það ætti að geta verið flutt einhvern tíman í nóvember því að málin auðvitað snúast fyrst og síðast hvort að þessar aðgerðir stjórnvalda séu lögmætar, hvort að rannsóknarreglunni hafi verið virt og hvort að það hafi verið gætt meðalhófs vegna þess að það er margsins búið að bjóða upp á það og við til dæmis samþykktum það fyrir þá kröfur ráðuneytisins sem beindist það Velfagi að Titaniya Trading mætti ekki selja hluti sína eða veðsetja meðan að viðskiptaþvinganirnar væru í gildi, það er ekkert vandamál. Við höfum líka boðið upp á það að það verði samið það meðal hluthafa að það verði ekki greiddur arður út úr félaginu meðan að viðskiptaþvinganirnar eru í gangi. Það er ekkert vandamál. Það er bara innan meðalhófs. Það er að segja ef að menn eru hræddir það að eitthvað er að Velfag sé að búa til fjármagn fyrir hinna rússnesku stríðsvél, þá er engin vandi að koma í veg fyrir það án þess að setja fyrirtækið á hausinn Það er hægur vandi. Ef að þið fáið þennan rétt viðurkenndan, getið þið sýnt fram á tjón, getur Íslenska ríkið bótaskylt vegna svona framgöngu?
Já, sko, það þó þannig að í lögum þessar þvingunaraðgerðir sem frá númer 68 frá 2023 þá þetta gert ráð fyrir því að það sé hægt að grípa til þvingunaraðgerða án bótaskyldu enda sértu þó í góðri trú og þess að gat hafi verið að þegar þú leggur á stað og í þvingunaraðgerðir og fær síðan vitneskju það að þú ert að gera rangt og þá hættir við þetta, þá getur þú gert þetta á þess að skapa þér bótaskyldu. Það er að segja, þú ert í góðri trú eitthvað, þú færð upplýsingar, þú bregst við, eins og þú telur það nauðsynlegt og þá verður þetta alltaf að horfa til þess, var þá brugðist við þannig að það veri gætt meðalhófs. En núna erum við búin að leggja fyrir gögn, bæði fyrir bankann og utanríkisráðuneytið, sem sýna það að ráðuneytið getur ekki verið í góðri trú. Og þá ertu komin yfir það að ríki getur auðvitað bótaskylt, gagvart félaginu og eins náttúrulega gagvart hluthafanum sem fær ekki að taka þátt í starfsemi félagsins. Þannig að það er bara tvö óskyld mál. Þú langa reynslu og lögmennsku áratuga reynslu að baki. Hefur einhvern tímann orðið vitni að einhverju viðlíku? Ég hef í sjálfu sér aldrei orðið vitni að svona stjórnsýslu. Aldrei. Það er nú oft fyrir skrítin stjórnsýsla og en það má þá segja að eftir að lögum stjórnsýslulögin voru sett 1993 þá batnaði íslensk stjórnsýsla til muna. En hún er að versna í dag, minnst kosti að þessu leyti að menn segja að við verðum að fylgja Evrópusambandinu. Við verðum að hafa okkur eins og þeir. En þá verða menn líka að haga sér eins og ríki Evrópusambandsins, það er að segja, það er til nákvæm leiðbeiningum það af hálfu Evrópusambandsins, hvernig til hvaða aðila hver þvingunaraðgerð nær. Og þá er það fyrst og síðast, það er lóðréttarreglan, það er að segja, hér er eitthvað félag, þá er félag fyrir neðan og þá getur svona aðgerð bara tekið til þeirra. Eða það er einhver maður hérna úti fyrir utan, ef við beitum hann þvingunaraðgerðum og hann hefur ráðandi hlut innan einhverja félaga, þá getur það gert svona. En hún virkar ekki til hliðar. Eins og það sést best á því að JS Norreby Holding, það er í viðskiptaþvingunum, en það er engum viðskiptaþvingunum beint gagnvart eigandanum. Að því hann er til hliðar. Þó kontrólar hann þetta félag. En hann þar að auki ekkert í fyrirtækinu lengur? Já, nei, sko, hann á ekkert í vélfægi, sko. Nei. En bara þess að þetta er nefnilega svo flókið og þess vegna er bara, það eru hérna til ákvarðanir og dómar í Evrópu, þar sem að evrópsk fyrirtæki hafa bara látið að reyna sko býtu, að setja einhverjar þvinganir á þau og þau sætta sig ekki við það og leita úrlausn og sum þeirra er nákvæmlega sömu stöðu og velferð. Og þannig að komast menn að þetta félag getur ekki verið í banni þess að reglan er ekki til þess. En hér á landi er bara sagt, já, okkur grunar bara maðurinn eigi þetta og hann eigi ekkert í þessu. Og að því hann tengist Pútín, þá ætlum við bara að setja velferð í frystingastöðuna. Þetta er ótrúlegt. Þetta er mjög ótrúlegt, sko. Við skulum vona að greiðist úr þessu og að þetta öfluga innfyrirtæki fyrir norðan sem að þjónustar þetta líka stærstan hluta stórskipaflotans hér á Íslandi. Lifið þetta af. Já. Þakka fyrir komuna, Sigurður. Og góða helgi. Takk. Þá er ekki fleira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Við erum búin að fara hér yfir mörg álita málin. Við hlökkum til að hitta ykkur á föstudagi næstu vikum. Þá verður sannlega frá mörgu fleira að segja, ger ég ráð fyrir. Ég minni ykkur líka á áskriftina New York Times. Þið sem eruð áskrifundur á Morgunblaðinu, þið fáið áskrift af New York Times með næstu 12 mánuðina. Og þið sem eruð ekki áskrifundur að New York Times eða Mokkanum, þið auðvitað getið gert bragarbót á ykkar málum og gerst áskrifundur núna helgina. Góða helgi.